Ég kann. Þá aukafundur í borgarstjórn settur 27. apríl 2022. Verið velkomin. Forseti hefur ákveðið að fyrri umræða ársreikning verði samkvæmt venju oddvitaumræða og ég hef í leiðinni rýmkað ræðutíma oddvita í 20 mínútur í fyrri ræðu. Fundarsköp að öðru leyti samkvæmt samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og munu þá oddvitar taka til máls eða staðgenglar þeirra eftir listum í stærðarröð flokkana í kosningunum 2018. Og tekur þá fyrstur til máls oddviti Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds, eða hvað? Eða borgarstjóri? Eða borgarstjóri, ok. Höfum það svoleiðis. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ágætt að fá svona láta á það reyna hvort allir séu vakandi í upphafi fundar. En ég ætlaði mér að stikla hér á stóru yfir ársreikning Reykjavíkurborgar. Þau okkur sem sitja fundi borgarráðs hafa fengið ítarlega yfirferð og ég vil benda borgarfulltrúum og öðrum tilheyrendum sem hafa aðgang að efni fundarins á vef Reykjavíkurborgar að það er gríðarlega mikið af gögnum sem fylgja ársreikningi sem gera þessi gögn sem að stundum þykja tyrfin og óaðgengileg býsna ég ætla kannski ekki að segja yndislestur en óþó. Það fer auðvitað eftir í hvað fólk hefur, hvar áhugasvið liggur en þarna eru ítarleg gögn flest ef ekki allt sem máli skiptir varðandi fjárhagslega þróun og stöðu. Bæði hjá borgarsjóði A-hlutanum en líka hjá B-hlutanum fyrirtækjum borgarinnar. Það eru líka umfjöllunarefni sem að ég vek sérstaklega athygli á og það er meðal annars í skýrslu fjármálaskrifstofu eða fjármálasviðs öllu heldur þar sem að er hægt að fá innsýn í þetta. Þetta eru atriði sem að varða miklu í raun á hverju ári en geta verið að þróast með mismunandi hátt eftir árum. Ef við horfum þá saman á reikningin að þá sjáum við að samstaðan, þar að segja borgarsjóður, A-hluti og B-hlutafyrirtækin, er að skila umtalsvert betri rekstrarniðurstöðu heldur en við bjuggumst við, eða 23,4 milljarða afgangi. Það er tæpum 27 milljörðum betur en við bjuggumst við að vera aðeins í halla. Þarna ber þess þó að geta að umtalsverður hluti af þessari afkomu er vegna þess að matsstærðir sem leiða af ytri stærðum eru býsna hagstæðar í ár en raunar líka að niðurstaða A-hluta er umtalsvert betri en við gerum ráð fyrir. EBITDA var jákvæð tæpa 42 milljarða og er 12 milljörðum yfir áætlun. Við sjáum það að tekjur voru að vaxa og eru 9% hærri í fyrra heldur en 2020, voru 4% yfir áætlun. Rekstrargjöld voru 2,6% innan fjárheimilda en 4,9% hærri en árið 2022. Það má rekja sig eftir myndum í skýrslu fjármálasviðs þar sem að sést munurinn á áætlun og niðurstöðunni og þetta gefur býsna glögga mynd af því hvað er að gerast á árinu sem var betra en það sem við bjuggumst við. Þarna er sérstaklega fjallað fjármálatekjur og fjármagnsgjöld, fjármagnsliðin og á sama hátt. Ég nefndi matsverðingu fjárfestingareigna, þetta er aðalega félagsbústaðir, að fasteignaverðið að það hækkar verðmat á eignum félagsbústaða sem kemur í gegnum rekstrarreikninginn
og býr til hagnað. Það þó engu að síður þannig að rekstur félagsbústaða nokkurn veginn í járnum. Leigan stendur undir afborgunum lána og rekstri og þannig viljum við hafa það. Þannig að það ekki hægt að hlaupa til og segja að nú hægt að stórlækka leigu því að þetta fyrst og fremst bókhaldslegar stærðir sem að fara svona í gegnum reksturinn en auðvitað endurspegla enga síður styrk félagsbústaða hvað eignastöðu varðar gagnvart skuldum. Og þess vegna eru alþjóðlegu reikningsskilin svona. Sama má segja Orkuveitunni eða svipaða sögu. Þetta ekki jafn mikið en við sjáum að álverð hefur verið að styrkja sig á árinu og það endurspeglast í gegnum reksturinn með breytingu á álafleiðu. Sum árin hefur þetta verið neikvæð stærð og rétt eins og þá að þá þetta eitthvað til að fylgjast með og skiptir máli til lengri tíma og það má eiginlega segja að það sé verið að færa inn í gegnum reksturinn væntan ábata af álverði í gegnum raforkusölu Orkuveitunnar til stórnotenda sem margir miða þær greiðslur sem greitt fyrir raforkuna við heimsmarkaðsverð á áli. Hér ein af mörgum töflum í gögnunum sem þið hafið fyrir framan ykkur og þetta hægt að rekja sig í gegnum helstu stærðir borgarinnar og þessi tafla eins og aðrar endurspegla að fjárhagsstaða borgarinnar býsna sterk. Það oft talað svona í pólitísku umræðu fjárhagsstöðu borgarinnar eins og þar sé allt á heljar þröm og borgin stefni í þrot. Það auðvitað fjarri lagi og tölur eiginfé og aðrar kennitölur endurspegla það. Hinu og þá ekki verið að draga fjöður yfir það að við vitum og vissum að síðustu 2 ár yrðu erfið út af COVID og þau hafa sannarlega tekið í en borgin notaði styrk sinn til þess að taka lán, auka í fjárfestingar og sigla í gegnum skaflinn með sem minnstum neikvæðum áhrifum fyrir samfélagið og borgarbúa sem við auðvitað þjónum og fyrirtækin okkar hafa gert hið sama. Þau hafa verið að fjárfesta meira en áður, nýtt sér lágt vaxtastig og búið þannig haginn fyrir framtíðina og eina grænu framtíð sem svo margt stefnir að í því sem við erum að gera. Nú hér eru þá hreinar skuldir samstæðunnar á B-hluta. Við fórum í gegnum það fyrir allmörgum árum með hjálp endurskoðenda hvað væru svona helstu kennitölurnar sem við ættum að vera að horfa á og vegna áhættustýringar borgarinnar þá erum við kannski umfram önnur sveitarfélög með býsna stóra sjóði vegna þess að við lærðum það í raun eftir hrun að við viljum hafa sjóði til þess að hafa ákveðin tíma til þess að bregðast við ytri áföllum. Það leiðir til þess að þessir sjóðir að þeir koma í raun á móti útistandandi skuldum, dragast frá, allir peningalega reiknir dragast frá þegar við reiknum út hreinar skuldir sem gefa þá kannski betri mynd af hinni raunverulegu stöðu heldur en ef við horfum eingöngu á skuldirnar. En sjóðstreymið auðvitað mjög mikilvægt líka og þarna sést meðal annars það sem ég var að nefna varðandi sjóðstöðuna í lok árs að það umtalsvert í samstæðinni. Veltufé frá rekstri líka býsna sterkt, það þó ekki jafn sterkt og fjárfestingarnar. Við erum í sögulega miklum fjárfestingum á tímum þar sem veltufé frá rekstri lægra en annars. Það vissum við þegar við ákváðum sameiginlega í borgarstjórn að flýta fjárfestingum og auka þær í gegnum COVID. Það skynsamleg efnahagsstjórn. Greiðslugetan þessi árin erum við í raun að ganga á eigið fé með því að taka lán og fjárfesta til framtíðar.
til þess að rétta úr kútnum, en raunar að þá stendur eigið féð sterkara en við bjuggumst við þegar við gerðum áætlun meira að segja bara síðasta árs. Og við sjáum það að þegar við horfum á samstæðuna að þá erum við að standast jafnvægis viðmið sveitarstjórnarlaga og gott betur öll 3 árin og skuldaviðmiðin líka sem núna án orkuveitunar, og raunar hefur þeim verið vikið til hliðar fyrir næstu ár út af COVID eins og þekkt er. En ef við horfum á borgarsjóð A-hlutann þá sjáum við að líka þar niðurstaðan umtalsvert betri en búist við, 8 milljörðum betri en áætlun gerir ráð fyrir. Við erum með neikvæða niðurstöðu upp á tæpa 4 milljarða, en sjáum það að ef við værum að fá fullar greiðslur með málaflokki fatlaðs fólks eins og við höfum í raun rétt á og tilkall til, og erum að bíða eftir skýrslu sem mun draga það mjög skýrt fram, að þá værum við réttum megin við núllið. Okkur sýnist í þessum ársreikningi að vanti upp á frá ríkinu 7 milljarðar króna vegna málaflokksins, og við höfum stundum talað að það væri yfir 5 milljarðar, og 7 milljarðar eru sannarlega yfir 5 milljarðar, en það sem þetta endurspeglar að munurinn á því sem ríki leggur okkur til sem sveitarfélagi vegna málaflokks fatlaðs fólks og þess sem við erum að setja í málaflokkinn, að það munurinn á því eykst og eykst. Var 5 milljarðar fyrir 2-3 árum og komið yfir 7 milljarðar núna. Og það eitt af stóru verkefnum næstu ára að kalla á leiðréttingu þessa í samvinnu við fatlað fólk og samtök þess. Þetta réttlætiskrafa og skiptir mjög miklu máli til þess að geta veitt þessa þjónustu eins vel og við viljum. Og við erum auðvitað að gera mjög vel á mörgum sviðum í því, viljum þar gera enn betur og líka í öðrum málaflokkum sem að því að við erum að forgangsraða í þágu þessa málaflokks meðal annars vegna þessara stöðu. En ef við skoðum frávikinn frá áætluninni að þá sjáum við að útsvarið var sterkara en við bjuggumst við 3%, og það líka vert að vekja athygli á því að breytingar á lífeyrisskuldbindingum voru tæpum 4 milljörðum lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Það vegna verðbólgu og ávöxtunar lífeyrissjóðsins, en þess má raunar líka geta að Reykjavíkurborg tók inn í sína reikninga aukinn lífaldur sérstaklega karla strax árið 2015 sem að mörg sveitarfélög að taka inn í reikninga sína núna í nýjum ársreikningum. Þannig að þess vegna hækka skuldbindingar annarra sveitarfélaga töluvert meira heldur Reykjavíkurborgar hvað lífeyrisskuldbindingar varðar, og raunar hefur þetta bein áhrif á reksturinn líka, allavega ef að þeir hlutir eru færðir eins og Reykjavíkurborg hefur fært þá í gegnum árin. Við sjáum hins vegar að hlutfall launakostnaðar að hækka, hefur verið að hækka undanfarin ár, og þetta komið í kringum 60%, og þarna skiptir miklu máli að auka tekjurnar, bæði með því að vaxa út úr vandanum efnahagslega, en líka með því að sækja í samningum við ríkið það sem upp á vantar í greiðslur fyrir veitta þjónustu sem Reykjavíkurborg að sinna. Hér ein af mörgum töflum sem að dregur upp býsna glöggamynd af því að þó að þessi ár hafi tekið á og sumar tölur lágar eða í mínus sem við erum venjulega vön að sjá býsna háar og sterkar, að þá endurspeglar þetta enga síður sterka stöðu borgarsjóðs. Og stóru frávikin vegna COVID ekki bara það að tekjuáætlanir eins og þær voru fyrir COVID hafa ekki gengið eftir, heldur eru líka umtalsvert meiri útgjöld sem hafa fylgt faraldrinum. Þau eru sérstaklega á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Við lögðum sérstaklega samantekt þennan auka COVID-kostnað fyrir borgarráð fyrir nokkrum vikum, og vek ég athygli borgarfulltrúa á því,
og það nú kannski bara hægt að deila því inn í gögnun, því sérstaklega svari eða þeirri samantekt ef eftir því óskað, en það skiptir auðvitað mjög miklu máli. Við sjáum að yfirliti yfir tekjur af sölu byggingarréttar og söluhagnaðar að þær hafa reynst sveiflukenndar í gegnum árin. Raunar gefur þetta kannski ekki alveg rétt að mynda þeim samningum eða útlutunum sem hafa verið hvert ár, því að við höfum verið að færa svokallaðar varúðarfærslur vegna óvissu í efnahagsmálum á undanförnum árum. En þegar verkefnin fara af stað þá koma þessar tekjur inn og þannig að áætlunin stóðst á síðasta ári, nánast upp á bara punkt og prik. Sala byggingarrétta var 200 milljónum yfir áætlun og söluhagnaðar eigna á pari. Og við getum átt von á því að það séu stór ár framundan vegna þess að við höfum gert stóra samninga til dæmis upp á Ártúnshöfða og Ártúnshöfðin að fara í gang. Við sjáum á yfirliti yfir hreinar skuldir, þá eru sjóðirnir eða peningalegar eignir dregnar frá skuldunum, að hreinar skuldir hafa verið að hækka í gegnum þessa fjárfestingu og í gegnum COVID, en ekki eins mikið og við gerðum ráð fyrir þegar við lögðum út í þessa efnahagsaðgerð að gefa í fjárfestingunum þó að tekjurnar væru að dragast saman. Það er áhugavert út af umræðunni að bera aðeins saman skuldahlutfall A-hluta sveitarfélaga og áætlað skuldahlutfall ríkissjóðs fyrir síðasta ár. Þetta er samanburður sambærilegra talna sem að fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur tekið saman. Og þarna sjáum við, eins og við þekkjum úr umræðunni, að borgin með hlutfallslega lægstu skuldirnar miðað við tekjur, en ríkissjóður og A-hluti ríkissjóðs með umtalsvert meiri skuldir miðað við tekjur A-hluta. En ég vek athygli á því að þessu mjög sjaldan stillt svona fram. Þegar við ræðum tekjur ríkissjóðs langoftast verið að ræða þær sem hlutfall af landsframleiðslu. Og þá svona smáleitir í því að það gengið út frá því í alþjóðlegum samanburði að ríki geti í gegnum skattheimtu aukið tekjur sínar ef að skuldir fara úr hófi. En svona þetta ef við miðum við tekjur ársins og berum saman A-hluta sveitarfélaga og A-hluta ríkisins. Þetta hægt að kynna sér ítarlega í gögnum og ég vek athygli á því að þegar við erum að tala skuldir Reykjavíkurborgar þá eigum við skuldir og skuldbindingar. Þá leggjum við saman skuldir við lánastofnanir, skuldbindingar gagnvart lífeyrissjóðum sem eru framtíðarskuldir og raunar framtíðarleigugreiðslur. Í þeim tilvikum sem við eigum ekki húsnæði, þetta eru svokallaðar leiguskuldbindingar, þær koma inn í skuldbindingar í ársreikningum. Og einu nafni köllum við þetta skuldir þó að við myndum kannski ekki hugsa þannig svona í heimilisbókhaldinu. Og þó, ég veit ekki hversu mörg heimili leggja fram ársreikning, en það bara önnur umræða með skýringum. En ef við sjáum sjóðstreymið að þá handbæra féð að lækka. Það var býsna háir sjóðir en við erum auðvitað með mjög sterka sjóðstöðu enga síður og við sjáum að innstreymi fjármagns hefur verið töluvert vegna uppgreiðslu eigendalána Orkuveitu Reykjavíkur. Við í raun kölluðum eftir uppgreiðslu þeirra eða öll heldur Orkuveitan óskaði líka eftir því vegna stöðunar á lánamarkaði að geta greitt þau upp og þar með drógum við úr lántökuþörf hjá okkur. Greiðslugetan hún hefur dregist tímabundið saman eins og við vissum í COVID, þó minna en við bjuggumst við, en þarna stefnum að því að rétta úr kútnum með sterkara veltufé frá rekstri, auknum tekjum vegna efnahagsumsvifa og niðurstöðu í viðræður við ríkið út af tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og því hvað upp á vantar af fjármunum
til þess að standa vel að málaflokki fatlaðs fólks og annarri þjónustu sem við sinnum með samningi við ríkið. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Afsakið, ég var að opna tölvuna mína. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarstjóra fyrir ræðuna. Já, það svolítið merkilegt að þegar hann að tala afkomuna þá alltaf tekin A og B hluti en ekki rætt nákvæmlega hvernig A hluti stendur og hér verið að vera samanburð við ríki varðandi skuldahlutfallið upp á 261% og við vitum nú öll hvað ríkið við þurft að taka á sig í gegnum þetta COVID ástand sem að Reykjavíkurborg gerði ekki og meira segja kom fram hjá endurskoðunarnefnd einu fulltrúa þar að það væri mjög óskilmerkilegt hvernig COVID-kostnaðurinn væri færður á borgina svo það sé sagt í upphafi. Svo virðist vera að borgarstjóri sé að var ánægður með reksturinn og útkomuna í þessum ársreikningi fyrir árið 2021. Þá spyr ég borgarstjóra beinni spurningar. Hann ánægður með það að veltufé frá rekstri 0% á meðan æskilegt hlutfall 9% og jafnframt það að skuldahlutfallið komið yfir 150% og 7 skuldir Orkuveitu Reykjavíkur talda með þá það komið yfir 200%. Hann hér að gagnrýna þær raddir sem að vara við því að skuldir sé komin mjög framalega fram á brúnina varðandi gjaldfærni. Við sjáum greinilega hlutina með sitt hvorum gleraugunum en þetta ekkert sem að væri hægt að líða í rekstri í fyrirtæki á almennum markaði. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, veltufé frá rekstri lágt núna. Þegar við vorum í þensluástandi og sterku efnahagsástandi þá settum við markið á 9%, það alveg rétt, til þess meðal annars að búa í haginn fyrir tíma eins og við höfum verið að lifa síðustu 2 ár og þannig að við höfum gengið á sjóði og tekið lán til að standa undir kraftmikilli fjárfestingu. Eins og framkom í ræðu minni þá finnst mér eðlilegt að stefna því að styrkja veltuféð á næsta árum núna þegar við erum komin út úr faraldrinum og vonandi endanlega að þessu sinni. Varðandi skuldahlutfallið að þá sýnir það fyrst og fremst að við höfðum einmitt svigrúm til þess að ráðast í þetta fjárfestingarátak sem var bara mjög gott. Við erum með lægra skuldahlutfall heldur en nágrannasveitarfélögin og þegar B-hlutin tekin inn í þetta þá verið að taka inn í þetta stöndu fyrirtæki sem standa algjörlega og alfarið undir sínum skuldum og raunar gott betur. Þannig að þar getum við bara verið nokkuð brött. Við þurfum á styrk borgarinnar að halda til næsta ára vegna þess að borgin í mjög örum vexti. Við sjáum að nágrannasveitarfélögin ennþá svolítið að reyna að minnka skuldir frá því að þau voru að vaxa hratt hér fyrir 10 og 15 árum. En núna áratugur Reykjavíkurborgar og þá eigum við að búast við því að það verði mikla fjárfestingar í innviðum til þess að styðja við uppbyggingu hverfa, þéttingarreita, viðbyggingu við skóla og aðra fjárfestingar í hverfunum okkar. Það hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, þetta var skrítið svar og fjallaður allt annað heldur en spurningi fjallaðum. Sko það ekkert hægt að tala hér að COVID hafi kollvarpað þessum rekstri því að það dregið fram þarna í ársreikningnum og skoðun endurskoðenda að það mjög ósundurliðaður kostnaður vegna COVID eins og ég hef farið hér yfir
og það einhvern veginn bara verið að skrifa nokkuð marga þarna liði á COVID sem að við kannski höfum enga sönnu fyrir að sé akkurat COVID-kostnaður, svo það sé sagt. Einu sinni var rekstur borgarinnar, slæmur rekstur borgarinnar skrifaður á fall WOW, svo eitthvað sé nefnt. Það alltaf fundin ykkur sökudólgur í því að það gangi illa. Það ekki hægt að segja að það séu bjartir tíma framundan vegna þess að hér verið að boða mikið fjárfestinga átak og það eins og allir vita lánadreifið. Það stendur til að taka 92 milljarða að þessu ári meðtöldu til ársins 2026, skuldbinda það lántöku áætlun borgarinnar næstu 5 ár, það meira en 1 kjörtímabil. En ég fer betur yfir þetta í ræðu minni hér á eftir, en ég ætla að spyrja borgarstjóra að því andsvörum við hann, finnst honum ásættanlegt að matsbreytingar félagsbústaða séu komnar yfir 20 milljarða og fara þannig inn í ársreikninginn. Áður borgarfulltrúinn lokið að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef kannski ekki miklu við mitt fyrra svar að bæta. Ég held að við getum verið býsna sátt við hvernig borgin hefur siglt í gegnum COVID. Hér var kallað eftir frekari sunduliðin á þessum COVID-kostnaði og ég mun óska eftir því að borgarfulltrúar fái send svör þá sunduliðin sem lögð voru fyrir borgarráð fyrir nokkrum vikum, þannig að allir hafi það fyrir framan sig, þannig að þeirri spurningu sé svarað. Matsvirðisbreytingar á félagsbústöðum endurspegla þróun fasteignaverðs og verðs á eignum félagsbústaða og fara eftir þeim reglum reikningsskil sem að þar gilda og ég held að það séu skynsamleg reikningsskil til þess að efnahagsreikningur félagsbústaða sé réttur og sannur og eignir félagsins séu rétt skráðar. En ítreka það sem ég sagði í ræðu minni að grunnreksturinn enga síður í járnum og þar erum við að reyna að halda leigu eins lágri og hægt og það hefur bara tekist býsna vel. Hún hefur ekki hækkað með þessum hækkunum á fasteignaverði og það skiptir auðvitað leigjendur miklu máli. Áður borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur það til máls borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða ársreikning 2021 fyrir borgina og samstæðu borgarinnar. Við erum búin að ræða ársreikning töluvert meira í borgarstjórn heldur en hefur verið gert í mörgum öðrum sveitarfélögum og það ekki ástæðulausu. Það hafa verið deilur framsetningu ársreikningsins, innihald hans og hvernig á hvaða leið borgin í raun og veru. Og við sögðum það síðast þegar við fengum ársreikning 2020 að þetta væri á rauðu ljósi og það má svo sannarlega segja að það sé það enn. En við förum aðeins yfir helstu atriði, þá sjáum við að það gríðarleg skuldasöfnun sem náttúrulega við höfum bent á ítrekað. Og skuldirnar eru núna komnar yfir 400 milljarða, komnar í 407 milljarða og jukust á síðasta árum 24 milljarða. Það meira heldur en Harpan kostaði þegar hún var byggð. Þetta eru 2 milljarðar á mánuði. Og þetta gerist þrátt fyrir að tekjurnar eru að hækka alveg greiðlega. Það hækkuð 44 milljarða á síðasta ári, en samt sem áður vaxa skuldirnar svona mikið. Þannig að það er ljóst að tekjurnar duga ekki fyrir svona eðlilegum fjárfestingum. Það þarf að taka lán á lán ofan. Það er tap á rekstri A-hluta, það er ekki deilt. En ef það hefði ekki verið bókfærður hagnaður af félagslegu húsnæði og afleiðum, þá væri tap á allri samstæðunni. Þá væri tap bæði A og B og samstæðunni heild. Og þessi hagnaður, hann
reiknaður en hann ekki í hendi og hann hefur verið deilt. Og ef hann væri ekki bókfærður inn í samanteknum reikningsskilum þá væri tap á samstæðan aldrei. Það er að segja ef að félagslegt húsnæði afleiða væri ekki fært til hagnaðar. Nú, það ljóst þegar tekjur vaxa svona mikið, 44 milljarðar í heild, að þeir ekki dragast saman eins og hefur verið gefið í skinn. Það er sama hvort við lítum á útsvarið eða tekjur samstæðan í heild, tekjur að vaxa. Tekjur að vaxa umfram verðlag. Tekjur að vaxa þetta 9–10% milli ára. Og heildartekjur samstæðarinnar fara í yfir 200 milljarða. Það dugar bara ekki til. Það dugar ekki til þegar verið að fara í miklar fjárfestingar og þegar að afgangurinn af rekstri borgarna sjálfur eiginlega enginn. Þannig að ef við horfum á hvernig þetta að þróast, þá sjáum við að launakostnaður borgarinnar, að hann að hækka 11% í samstæðu, sem langt umfram bæði verðlag og umfram launavísitölu og hækkunin í A-hlutanum launalega 13,2%. 13,2%. Og meirihlutinn, hann ætlaði að borga niður skuldir í góðrinu, hann gleymdi því nú, og hann ætlaði að gæta aðhalds í rekstri, en þetta náttúrulega eitthvað allt annað en það, 13,2% í hækkun og launakostnaði milli ára. Og svo við sjáum veltu fyrir frá rekstri sem að borgarstjóri var ágætlega heiðarlegu með hérna í framsögu sinni, að það náttúrulega ekki mjög mikið, það alveg ljóst. Það á að vera 9% og það var það í byrjun kjörtímabilsins, þá var það 10–11%, en á öðru heila árinu í meirihluta samstarfinu datta niður í 4%. Og svo núna í fyrra datta niður í 0,3%. Og það náttúrulega langt frá því að vera 9%. Og það ýmsar lykiltölur, til dæmis skýring 62 á blaðsíðu 32 í ársreikningnum, hún sýnir lykiltölur, til dæmis hlutfall veltufjár frá rekstri samanber við árafjölda endurgreiðslu skulda. Og þetta var svona upp að kjörtímabilsins einhver 7 ár, þetta hlutfall, 7. Poppaði upp í 20, síðan í hittifyrra fór það í 324 og var síðan komið í neikvætt, það að segja, það ekki hægt að borga upp skuldinar með þetta hlutfall. Neikvætt upp á 28. Nú síðan það önnur hlutfall í þessari skýningu og þau sýna alveg sömu þróun og veltu við frá rekstri í hlutfalli afborgun skulda orðið neikvætt. Vekja athygli á þessum. Það var í kringu 4 og 5, en núna þetta orðið neikvætt. Þannig að þetta alls ekki sjálfbær rekstur. Það getur eiginlega hver maður séð það. Og froðu hagnaður af félagslegu úrræði upp á 10 milljarða, 20 milljarði í fyrra, getur ekki staðið undir þessum fjárfestingum. Það líka fleira sem kom til stuðnings á síðasta ári og dugði þó ekki til. Arðgreiðslur nema 3,8 milljörðum og það var mikill stuðningur fyrir A-hlutan að fá endurgreiðslur lána frá meðal annars Orkuveitunni og einnig að fá arðgreiðslur eins og frá Orkuveitunni og það reynir á þolmörk eða þanþol Orkuveitunnar í þessum málum. Það hefur við bent á bæði hér og líka í Orkuveitunni að þetta alveg á mörkunum að vera á þolmörkum. Og miðað við stöðuna eins og hún í dag, þá mér mjög til efs að það verði hægt að borga út arð á þessu ári miðað við hvernig staðan í rekstrarumhverfinu í dag. Þannig að það verður ekki þessi meðgjöf aftur sem var upp á 3,8 milljarða í fyrra. Það miklu líklegra að það verði farið í verðskrárhækkanir og á þessu nýja kjörtímabili sem hefst núna í sumar, þá munum við sjá að skattar verði áfram gríðarlega háir og verðskrár verði hækkar meira heldur við séð. Ég spái því. Það verði ekki arður, það verði hærri gjöld. Það það sem að lesa út úr þessu. Nú Sorpa hefur þurft meðgjöf, við séð það, en það líka hægt að sjá úr þessum reikningum að Strætó og fleiri
verkefni þurfa meiri stuðning. Og það líka falin skuld. Alveg eins og falda viðhaldsskuldin var hérna í skólunum, leikskólunum og götum borgarinnar, þá það líka falin skuld þegar ekki farið í að endurnýja vagna eða þegar að strætó safnar skuldum og yfirdrætti. Þannig að dótturfyrirtækin, þau bera með sér að þau þurfi meiri stuðning og verði ekki aflögufær eins og þau hafa verið notuð núna á þessu síðasta ári sem við erum að horfa á núna. Nú síðan eru framlög til betri samgangna upp á 2 milljarð. Þau hafa verið eignfærð og það þá gert ráð fyrir því að það sé ekki útgjöld og það verður ábyggilega framhald á því, þannig að í þessum ársreikningi verið að horfa á framlög til betri samgangna sem eignfærða eign. En það rétt að benda á það að þessi eign mun ekki skila arði og á ekki að gera það. Ekkert frekar en félagsbústaðir eins og kom fram í framsögu borgarstjóra. Þvert á móti þá vantar í allar áætlanir borgarinnar framlög til reksturs borgarlínu. Þannig að þessi eignfærða eign sem að fékk á 2 milljarð í fyrra, samkvæmt þessum ársreikningi sem við erum að ræða núna, hún mun ekki skila arði, hún mun skila því að við þurfum að fara í meðgjöf. Það neikvæð eign. Ég myndi kalla það frekar skuldbindingu frekar en eign. Raun og veru. En þetta bókað sem eign. Nú síðan fyrirséð að það verði vaxandi fjárþörf vegna verðbólgu. Við sjáum að fjárfestingarnar eru fjármagnaðar með lánum, en við vitum það líka að það verðbólga sem núna nálgast 8%, ekki bara á Íslandi, heldur víða heim og þegar það verið að fara í fjárfestingar þá erum við ekki að gera ráð fyrir svona mikil verðbólgu, þannig að ég á von á því að fjárfestingarnar sem við erum með á áætlun, það reynist dýrari heldur en áætlað var, bæði á þessu ári og næsta. Og þegar við horfum á ársreikninginn og sjáum hvað aflögu og það ekkert, að þá náttúrulega sjáum við það að áætlunar eru byggðar á tæpum forsendum. Verðbólgan, hún mun bíta í fjárfestingarnar, alveg klárlega. Nú, samkvæmt samanteknum reikningsskilum, þá eru félagsbústaðir að skila gríðarlegum hagnaði, sem byggist á endurmat á félagslegu húsnæði på meira en 20 milljarða á síðasta ári. Það álíka fjárhæð og fór í hörpun á sínu tíma. Bara endurmatið á félagslegu húsnæðinu í fyrra. Og það ágætt að rifja upp að leigutekjur félagsbústaðar þær voru innan við 5 milljarðar á síðasta ári, en hagnaðurinn var 20 milljarðar. Nú þetta þekkt í sumum leigufyrirtækjum og fasteignafélögum að það sé farið fram matsbreytingar. En mér til efs að hagnaðurinn á matsbreytingunum sé 4 sinnum heildartekjur. Það alveg ótrúleg tala og ef maður horfir á það að félagið sé að hagnast 4 sinnum meira heldur en tekjur þess, þá það náttúrulega ekki mjög trúverðugt. Nú, þessi framsetning að taka þennan 20 milljarða matsbreytinga hagnað, hráan inn í samstæðuna, skekki náttúrulega niðurstöðuna. Og í fréttatilkynningunum sem var send út hérna eftir borgarasundin síðasta, þá fólki sagt að það sé bara mikill hagnaður langt umfram það sem áætlun var, en eins og borgarstjóri kom ágætlega inn á og þá þetta vegna þessara matsbreytinga. Og maður spyr sig, þetta eðlileg framsetning? Lýsir þetta rekstri borgarinnar? Raunverulegur hagnaður upp á 20 milljarða? Nei, hann ekki innleystur, hann reiknaður og gert ráð fyrir honum í bókinni eða bókunum, án þess að standa einu sinni til að selja þessar íbúðir. Stendur ekki til. Þannig að þetta svipað eins og að einhver bóki hagnað af einhver eign sem ekki stendur til að selja. Tökum til dæmis þessa byggingu hér, ef hún væri endurmetin á einhverja milljarða virði og það væri tilkynnt síðan inn á markaðinn að það væri hagnaður vegna þess að það væri búið að gera matsbreytingu á ráðhúsinu eða skólabyggingu. Vegna þess að það kom alveg skýrt fram í framsögu borgarstjóra að það á ekki að mati meirihlutans að vera afgangur af félagsbústaðnum, reksturinn áveri í játnum og þá þið talið að ef við værum að fara eftir IFRS reglum að þá ættum við bara að horfa á sjóðstreymið en ekki matsbreytinguna. Hvert sjóðstreymið af rekstri félagsbústaða? Það
20 milljarða hagnaður? Nei, það er ekki. En það hafa félagsbústaðir þurft að fá stuðning frá borginni. Ef það væri svona mikill hagnaður þá í hendi, þá þyrfti náttúrulega ekki þennan stuðning sveitarfélagsins. Nú, ef við skoðum í ársreikningnum hvað þetta er orðið uppsafnað, þessi froða, ef við notum það orð, að þá er ársreikningur félagsbústaða sem er hluti af þessari samstæðu, sem er þó ekki birt sem samstæða. Þannig að hlutafé er 3 milljarðar en matshækkunin í félagsbústum er komin í 75 milljarða. 75 milljarða. Matshækkunin er komin í 75 milljarða. Og þetta er orðið svo stór tala að þetta er farið að minna á svona vogunarsjóð. Og þessi vogunarsjóður, hann ætlar ekki að selja eigninnar, hann er að bæta í. Hann er að fjölga félagslegu húsnæði. Þannig að ég tel að það gefur nú ekki rétta mynd. Nú, það var ýmsir aðrir heldur en við borgarfulltrúar í minnihlutanum í Reykjavík gert athugasemdir þetta og spurt, óformlega og formlega. Má hér nefna eftirlitsnefnd fjármálssveitarfélaga sem að rituðu borginni bréf þetta mál fyrir áramót og svo eftirlitsstofnun ESA sem hefur ítrekað spurt sveitarstjórnarráðendið þessa framsetningu. Spurningum eins og hvort rétt sé að meta félagslegt húsnæði sem fjárfestingareign, spurningum hvort rétt sé að vera með samantekin reikningsskil í stað þess að vera með samstæðureikning eins og segir í lögum. Þetta er eins og þegar barninu er sagt að vera í samstæðum sokkum, en það mætir í staðinn með samantekna sokka. Við vitum að samantekni sokkar er ekki endilega í stíl eða smart, eða allavega ekki það sem beður þegar foreldri segir komdu nú í samstæðum sokkum. Þetta eru ósamstæði sokkar. Nú, skuldahlutfallið, það er líka komið langt yfir öll mörk. En áður en að ég klára þessa umræðu félagsbústaði, þá vil ég bara fá að veitna í bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem er dagsett 3. desember með leyfi forseta. Bara til þess að hnykkja á hvaða spurningum er verið að spurjum. Fram kemur í ársreikningi félagsbústaða HF að eignir séu haldnar til að uppfylla lögbundna skyldu eigandans, það er Reykjavíkurborgar og velferðarsvið Reykjavíkurborgar, ráðstafar eignunum. Eignirnar sýnast því til eiginnota samstæðunar og þá er ekki forsendur til að beita þeim reikningsskila aðferðum sem félagsbústaðir beita varðandi leigu eignir, tilvitnun lýkur. Nú ætla ég ekki að kveða upp dómum hvort þetta sé rétt eða rangt, eða hvort að það sé ekki rétt hjá félagsbústaðum að gera þetta. En ég er miklar efasemdir það að Reykjavíkurborg eigi að taka þetta upp í sinn samstæðureikning. Og þetta er félagslegt úrræði og þetta er ekki að gefa af sér arð. Þetta er ekki fjármunamyndandi eign, þetta er skuldbindandi og íþyngjandi eign. En að lokum þetta með skuldahlutfallið, það er komið yfir 200%, það er 201% þegar við tökum bara heildartekjur og heildarskuldir og skuldbindingar borgarinnar. Þetta hlutfall segir sína sögu og er ljóst að skuldasöfnun og útgjöld borgarinnar eru langt umfram tekjur, þrátt fyrir að það séu mettekjur af gjöldum og skottum. Borgin hefur verið á undanþágu á lögum og hafa skuldir Orkuveitunar verið undanþegnar þegar horft er á svonefnt skuldaviðmið. Það breytir því ekki að skuldahlutfallið er 201% og veltufjárhlutfallið í A-hlutanum sem á að vera fjármagnar skatttekjum sem eru meðal annars í lögbundnu hámarki hvað varðar útsvar og það er varla mælanlegt, 0,3%. Þegar þetta tvennt er skoðað er ljóst að rauðuljósin loga hvort sem er að ræða skuldamegin eða rekstramegin í þessum ársreikningi og þessum rekstri. En ég vil að lokum bara þakka fjármálasviði fyrir frábært starf. Það er aðdáunarvert að sjá hvað vel þetta er unnið og hnökralaust, bæði að svara öllum spurningum sem komið hafa, benda á það sem er til athugunar eða er ennþá óljóst og koma með skýra framsetningu á bæði tölum og upplýsingum. Það er til mikilla fyrirmyndar
og ekki dregið undan og ég vil þakka það sérstaklega því að við sem erum í minnihluta, við höfum kannski minni aðgang heldur en þeir sem að gegna stjórnunarstöðum hérna. En miðað við þessar upplýsingar þá teljum við að hér sé ekki sjálfbæran rekstur að ræða, hér sé ekki tekjuvandi, hér sé skuldavandi og við eigum frekar von á því eftir kosningar að ef að óbreytt stefna verði að þá verði borgarsjóður í enn meiri vanda og gjaldskrár verði hækkaðar. Það les maður úr þessum spilum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls oddviti Viðreisnar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það bjart úti og vor í lofti og við sjáum líka á þessum ársreikning að það vor eftir COVID og áfallin undanfarin ár. Samstaðan jákvæð 23 milljarða sem viðsnúningur 27 milljarða frá fjárhagsáætlun. Og A-hluti neikvæður 3,8 milljarða og við viljum auðvitað reka borgarsjóð með afgangi. En við þekkjum af hverju svo ekki núna og það þarf að mæta áföllum og áföllum í efnahagslífinu og áföllum einstaklinga og áföllum vegna heimsfaraldurs á þeim skala sem við höfum ekki séð í heila öld. En það mikill viðsnúningur hjá A-hluta af fjárhagsáætlun 8 milljarða. Og þessi viðsnúningur frá áætlun kemur til vegna þess að atvinnuþátttaka hefur aukist talsvert frá áætlun. Launavísitalan sem við gerðum ráð fyrir hækkaði 5,2%, sem við gerðum ráð fyrir að myndi hækka 5,2%, hún hækkaði hins vegar 8,3%. Og þessar tölur og þróun og atvinnuleysi segja okkur að áfallið á atvinnustigið hefur ekki verið jafn hart og við óttuðumst og langtíma áhrifin verða vonandi minni. En eftir stendur hópur sem enn utan atvinnu og við þurfum að halda sérstaklega vel utanum. En heildarmyndin mun bjartari en við óttuðumst og fyrir það getum við verið glöð. Eins og ég sagði hér í fyrra, okkar áætlun var aldrei að bregðast við COVID-áfallinu með hörðum niðurskurði. Okkar áætlun var að vaxa út úr vandanum. Við vorum í rauninni með nákvæmlega sömu markmið og ríkisstjórn Íslands. Allar ráðleggingar frá innlendum hagfræðingum og erlendum stofnunum var að læra af kreppunni í kjölfar bankahrunsins og skera ekki niður, heldur styðja við fólk og fyrirtæki út úr vandanum. Við skulum ekki gleyma þessum markmiðum. Því að þó að við séum bara komið nokkra mánuði frá mesta COVID-hitanum, að þá einhvern veginn líður okkur eins og við séum komið langt í burtu frá honum. En við erum í rauninni rétt að byrja. Og þessum markmiðum höfum við fylgt með skýra sýn og ekki látið taka okkur af lestarteinunum. Við sjáum líka á ársreikningi að á meðan að tekjur hækka 9%, þá hækka útgjöldin minna eða 5%. Eru þetta ekki einhver merki sem að hægt að gleðjast smá yfir? En í útgjöldum eru það 2 svið, eins og kemur fram í gögnunum, sem fara sérstaklega umfram fjárheimildir, svo eftir tekið. Að hluta til eru það aukin útgjöld vegna COVID og ég get ekki tekið undir það sem hér búið að koma fram að það sé eitthvað varhugavert við það hvernig það bókað eða einhver óvissa það, bara alls ekki. Við höfum fengið afar góð gögn frá fjármálasviðinu sem sýna nákvæmlega hver kostnaðurinn og við treystum þeim og trúum. En förum aðeins í þessi 2 svið,
þar sem að við erum að sjá að erum umfram fjárheimildir árið 2021. Og þetta eru sérstaklega svið í skólamálum og í velferðarþjónustu. Og við sjáum að það er mikil aukin eftirspurn eftir velferðarþjónustu. Og staldrum aðeins við þar. Það er 7 milljarða króna halli vegna þjónustu við fatlað fólk. Hér inni þekkja þetta allir. Þetta eru þeir fjármunir sem eru vanfjármagnaðir í málaflokknum af hálfu ríkisins. Þetta höfum við margoft rætt. Og við þurfum að taka þetta föstum tökum af hálfu Samband íslenskra sveitarfélaga því að við erum sannarlega ekkert ein í þessu. Þó að við vitum vel að þessi félagslegi halli, hann er mjög mikill hér í borginni af því að við höfum tekið þessa þjónustu sérstaklega í fangið hér, boðið upp á góða þjónustu, þannig að fólk fer frekar til höfuðborgarinnar til þess að fá þessa þjónustu. Þannig að við þekkjum það vel. Þetta er eins og ég segi ekki bara vandi Reykjavíkurborgar. Þetta er samtal sem við eigum með sveitarfélögunum allt land og tali er að þetta gat séu 10 milljarðar í heildina. Og þetta samtal hefur staðið lengi og við verðum að ná botni í þetta. Annars endum við uppi með þennan málaflokk á nákvæmlega sama stað og gatið sem við erum stöðugt með í málaflokki aldrara þegar kemur á hjúkrunarheimilum. Við getum ekki boðið okkur upp á það að vera í 20 ár að rífast það hvernig þjónustan eigi að vera fjármögnuð. Við viljum öll góða þjónustu við aldraða. Það ríkir engin pólitískur ágreiningur það, bara nánast engin. Og við viljum öll góða þjónustu fyrir fatlaða og það ríkir heldur nánast engin pólitísk andstaða við því. Þannig að stöndum saman að því, við erum ekki að rífast það hvaða vanti mikla peninga. Þetta eru til skýrslur, þetta eru til útreikningar sem ekki er bara að hálfu Reykjavíkurborgar. Munum það á næsta kjörtímabil að standa saman þetta. Til þess eru sveitarfélögin, þessi nærþjónusta. Þarna viljum við gera vel, við getum rifist eitthvað annað en rifist ekki þetta. Ég langar aðeins að tala líka farsældarlögin. Það voru samþykkt farsældarlög félagsmálaráðherra. Og Reykjavíkurborg, hvað gerðum við hér? Við brugðumst hratt við tókum aðlögun á lögin og höfum boðið upp á betri þjónustu og við höfum aukið þjónustuna. Það skila sér hins vegar bara beint í halla í stuðnings- og stoðþjónustu á keðjunni og vistun barna þar sem þróun í það átt að verulegum útgjöldum er bætt inn en við fáum ekki þessa peninga frá ríkinu. Og við í sveitarfélögunum, og þetta höfum við rætt alls staðar allt land, við höfum oft sagt sveitarfélögin eru best í stakk búin til þess að taka þessa þjónustu og gera hana góða, en fjármögnum hana þá rétt. Við hljótum að vilja læra af síðustu 20 árum í stöðugu rifrildi við ríkið málefni aldrara. Förum ekki í það aftur. Því að við erum með úrræðaleysi ríkisins gagnvart vistun barna með alvarlega þroska og geðrasknir þar sem málunum er vísað til sveitarfélagana er annar málaflokkur sem við þurfum að hafa áhyggjur af en við viljum snembundna íhlutun. Það höfum við margoft sagt hér í þessari pontu. Þetta eru málaflokkar sem við viljum og þurfum að sinna vel og við viljum og þurfum að sinna og veita góða þjónustu. En með áframhaldandi þróun munu útgjöldin vaxa verulega og við því þarf að bregðast. Þetta eru útgjöld í málefnum aldrara þegar við sjáum lýðþróunina, þetta eru útgjöld í málefnum fatlara og þetta eru útgjöld í málefnum barna. Auk velferðarsviðs er líka viðverandi halli í skóla og frístundamálum. Og við skulum ekki gleyma því að það voru skólarnir sem stóðu opnir þegar langflest var lokað í COVID. Og stórkostlegi hlutir gerðir af kennurum og skólastjórnendum til þess að mæta
þeirri samfélagslegu þörf sem var að skólakerfið héldi áfram og leikskólakerfið héldi áfram til þess að samfélagi gæti í rauninni haldið áfram eins best og áværi kosið á meðan á COVID stæði. Allir grunnskólar utan Öldutúnsskóla voru reknir umfram fjárheimildir á síðasta ári og voru frávikin frá 1% upp í 31% og þar sérstaklega að kenna COVID. En það má ekki bara hugsa það þannig, við þurfum líka að huga því hvað annað höfum við þurft að gera í skólunum. Og við því hefur verið brugðist með nýju reikni úthlutunarlíkani sem við kallum grunnskólalíkani EDDA. Við samþykktum það hér í fyrra haust, það tekur gildi á þessu ári. Það mun vera keyrt áfram í 2 ár, þá munum við þurfa að endurskoða það og fínstilla. Og við skulum ekki halda það að svona líkan fæðist bara full tilbúið. Við skulum alveg vera viðbúin því að við þurfum að tvíka það og fínstalla það eitthvað til. En gleymum því ekki að grunnskólalíkanið risaskref, risaframfara skref til þess að mæta því hver þörf skólana hvernig fjárþörf skólana út frá ákveðnum forsendum. Og þetta var unnið í góðri sátt með skólunum. Skólar, við settum einnig í góðan ramma og ýmsan ramma í kringum fjármálin út frá grunnskólalíkaninu og trúum því að sú umgjörð bæti fjármálalega stjórnun í heild fyrir okkur á næstu komandi misturum. En sem dæmi þá langar mig að segja að skólar sem á næstu árum halda sig innan fjárhagsáætlunar munu fá að njóta þess að litið við framhjá halla ársins 2021. Þannig að það nokkuð mikið í húfi. Komin köttur í... Það einhver umhverfisljóð. Ég held bara áfram þrátt fyrir þessi skrýtnu umhverfisljóð. Allavegana. Ábyrg fjármálastjórnun stefna Viðreisnar. Því þurfum við að lyfta flöggum og fánum þegar við sjáum merki vaxandi útgjöld og að það stefni í óefni. Og það getur alveg verið að einhverjar einingar séu vanfjármagnaðar en þá þurfum við líka að skoða heildina. Og hallarekstur getur verið af ýmsum ástæðum. Við ætlum ekki standa hér og segja að skóla- og velferðarsvið séu komin í eitthvað fjárhagslegt óefni, alls ekki. En við þurfum að vanda okkur, greina vandana strax og leita lausna. Og við í pólitíkinni, við höfum líka miklu hlutverki að gegna við að ákveða hvaða þjónustustigi við eigum að halda uppi. Auðvitað viljum við sem mesta og besta þjónustu. En hún kostar og ef ríkið ætlar að halda áfram að velta dýrum verkefnum yfir á sveitarfélögin án þess að fjármagn fylgi, þá mun það þýða þjónustuskerðingu annars staðar. Og ég hérna búin að draga fram málefni aldrara, málefni fatlaðs fólks og málefni barna. En við eins og þið þekkið með miklu fleiri þjónustuþætti innan borgarinnar. Og við viljum og ætlum að tryggja gott þjónustustig fyrir alla. Við sjáum enn að staða borgarinnar sterk og hún mun vinna sig upp úr COVID-áfallinu með skýrri forgangsröðun. Og þessi forgangsröðun hún í þágu grænna og samfélagslegra innviða með áherslu á verkefni sem flýta þróun borgarinnar í átt að kolefnislausu samfélagi. Þetta forgangsröðun í fjárfestingum þannig að þær sem auka tekjur og stuðla að rekstrarhagfræðingu í framtíðinni fái aukið vægi og þetta forgangsröðun í stafrænni umbreytingu sem skal skila rekstrarhagræðingu í framtíð. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Jú, það má finna allt það í græna planinu, í heildarstefnunni sem við þekkjum markmiðin vel og tengir beint við fjármálastefnun okkar sem við samþykktum hér fyrir 2 árum það hvernig við ætlum að mæta þessum áfalli sem COVID var fyrir Reykjavíkurborg. Allar þessar áætlanir eru til og við höfum haft þá skýru langtímasýn að fjármál borgarinnar eigi að einkennast af sjálfbærni og varfærni, að til langs tíma sé hér tryggður stöðugleiki í fjármálum.
Og markmið 5 ára áætlunar sem við settum fram í fyrra voru halli á rekstri A-hluta og samstæðu yrði ekki umfram 10% af tekjum á hverju ári. Veltufé frá rekstri A-hluta dygði að minnstakosti fyrir afborgunum langtímalána, leiguskuldbindingum og lífeyrisframlags við lok hvers tímabils. Og að skuldaviðmið samstæðu færi ekki yfir 200% á hverju ári. Og við þessi markmið stöndum við og gott betur og skuldaviðmið bæði A-hluta og samstæðu verða nokkuð lægri en við áætlunum þegar þessi rammi var settur. Það er bara fínt. Við gerðum ráð fyrir að skuldaviðmið með orkuveitunni meðtaldri yrði innan ramma bindandi skuldaviðmið sveitarfélaga en þegar það reglur taka aftur gildi. En hingað til eins og við þekkjum hefur orkuveitan ekki verið þar innifalið og við þurfum að bregðast við breyttum lögum í framtíðinni. Á móti koma gríðarlega eignir sem við eigum í orkuveitunni og í gær þá sá ég fyrirsögn, mér minnir á vísir.is, sem var eitthvað á það að leiða hver Reykvíkingur skuldaði 3 milljónir. Já, það er alltaf hægt að snúa tölum á hvolf og gera það skemmtilegar, en staðreyndin er hins vegar sú að hver Reykvíkingur á eignir upp á 2,6 milljónir umfram skuldir. Það var ekkert sagt það greininni, en tökum eftir því. Hver einasti Reykvíkingur hér á 2,6 milljónir í eignir umfram skuldir. Ekki það að hvorki þessa skuldinni eignir tengjast neitt heimilisbókhaldinu beint, heldur hefur staða borgarsjóðs fyrst og fremst áhrif á hvað þjónustu við ætlum að veita. Þetta sjáum við til að mynda í því að árið 2020 lækkuðum við fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði í 1,6% og ef við Viðreisn fáum tækifæri þá munum við halda áfram að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði á komandi kjörtímabili og af hverju? Að því við verðum að halda áfram að standa með fyrirtækjunum í borginni og við viljum tryggja blómlegt atvinnulíf. Og við ætlum líka að halda áfram að tryggja hér ábyrga fjármálastjórn og góða þjónustu. Við vitum hvernig við komumstum upp úr hallarekstri borgarsjóðs til að Reykjavík haldi áfram að blómstra. Og við í Viðreisn og með Viðreisn í meirihlutanum getum við haldið áfram að ganga áhyggjulaus út í vorið með sólina í hárinu. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er það Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fjármál Reykjavíkurborgar eru kannski ekki skemmtilegast umræðuefnið, en það er nauðsynlegt umræðuefni. Sérstaklega af því að það er málefni sem er yfirgripsmikið og flókið og vegna þess að það er fólk sem beinlínis notfærir sér það hve fáir nenna að setja sig inn í það til þess að halda á lofti röngum upplýsingum. Það er rétt að Reykjavíkurborg er skuldug, en það er rangt að þær skuldir séu svo miklar að í óefni stefni. Það er rangt að ráðist sé í skuldsetningu til að standa straum af rekstrarkostnaði og það er kolrangt að við séum með verri skuldastöðu en önnur sveitarfélög. Það er meira að segja þannig að A-hluti Reykjavíkurborgar er með lægri skuldsetningu sem hlutfall af tekjum en önnur sveitarfélög eða ríkið. Öll sem hafa eitthvað vit á fjármálum stóra rekstrareininga vita að skuldsetning þeirra er ekki það sama og skuldsetning í heimilisbókhaldi. Það þarf að meta á móti hvaða eignir koma inn í eignasafnið og þar með komin í eiginfjárstöðu. Það þarf líka að meta kostnað af skuldsetningunni. Það er að sjá hvaða kjörum skuldsetningin er. Og það þarf að bera það saman við samfélagslega ábatan af framkvæmdinni sem skuldin fjármagnar og miðað við svigrúmið sem þú hefur. Það er auðvitað hægt að vera í svo slæmri eiginfjárstöðu að engin skuldsetning sé þess virði ef hún setur því í gjaldþrot, en það er ekki staðan sem við erum í. Við erum nefnilega ekki að reka sparisjóð Reykvíkinga. Né er það okkar markmið að vera í lágmarksrekstri þar sem einu verkefni borgarinnar væru að vinna þau verkefni sem á okkur eru lögð með lögum eða gegnum samninga og ekkert annað. Og síst af öllu er það okkar markmið að safna peningum í einhvern Jóakims aðalandar peningageimi fyrir borgarstjórn að syndi. Við erum hér til að byggja upp borg. Borg sem fólk vil búa í, borg sem er gott að búa í, til að sjá íbúum fyrir þjónustu og til að bregðast við samfélagslegum aðstæðum til hagsbóta fyrir íbúa. Hvort það eru aðgerðir vegna COVID, viðbragð vegna efnahagsafleiðinga faraldursins, aðgerðir til að sporna hér loftslagsbreytingu. Til þess nýtum við fjármuni borgarinnar eftir okkar besta hyggjuviti og ráðleggingum sérfræðinga.
Við byggjum upp innviði og við förum í viðhaldsátak til að lagfæra úr sér gengið húsnæði og jafnframt sporta gegn atvinnuleysi og við eflum velferðarþjónustu til að tryggja að fólk festist ekki í fátækt vegna tímabundinna aðstæðna. Við byggjum upp betur, grænna, með meðvitund samfélagsábyrgð. Og reksturinn gengur vel, að minnsta kosti töluvert betur en áhorfðist. Og batinn eftir heimsfaraldur gengur hraðar en gert var ráð fyrir. Fyrirtæki í B-hlutanum sem voru mjög illa stödd fyrir nokkrum árum, þá er ég að tala í hruninu, voru jafnvel að þrotum komin og núna orðin svo stöndu að þau geta greitt arð. Það er vel. Þá ekki að vera þannig að borgarstjóður komi bara inn til bjargar og leggja út fé þegar illa gengur en græði aldrei á því þegar staðan er betri. Það er ákveðin flokkur sem byggir alla sína orðræðu, jafnvel alla sína tilveru á þeirri kennisetningu að hann sé eini flokkurinn sem sé alvöru innan gæðslappa. Þar sé eina fólkið sem kunni að fara með fé, engum öðrum sé til þess treystandi. Þeim er því mikið í mun að slá ryki í augu fólks þegar rekstur í höndum annara gengur vel. Það einfaldlega má ekki vera satt að önnur en þau kunni að fara með fé. Og þeim er í raun viss vorkunn, því þetta er ekki bara vegna kosningaáróður þeirra, sem þau segja þetta, heldur er það beinlínis vegna sjálfsmyndar þeirra. Þau veit ekki hver þau eru ef þau eru ekki alvarlega peningafólkið sem kann á rekstur innan gæðslappa. Þeim tekst að trúa þessu, hvað sem gerist í rekstri annara sveitarfélaga á vegum félaga þeirra, hvað sem gerist á vegum ríkisstjórnar með félaga þeirra sem fjármálaráðherra eða forsætisráðherra eftir kjörtímabilum, og það er af því að þetta er kennisetning, ekki staðreynd. En staðreyndin er að Reykjavíkurborg er að nýta svigrúm sitt til þess að bregðast við þörf í samfélaginu. Það var meðvituð ákvörðun að fara í vissa skuldsetningu til þess. Það er ekki til marks óráðsíu eða vanhæfni, sama hversu mjög er reynt að halda því fram. Fjárfestingar sem við ráðumst í eru vandlega valdar. Það sem draga úr kostnaði síðar eru augljósastar. Hvort sem það er að ráðast í viðhald áður en þörfin verður verri og dýrari, að hjálpa fólki í vanda áður en vandinn ágerist og þau festast, eða fjárfesta í stafrænum innviðum sem spara okkur tíma og peninga til lengri tíma. Aðgerðir sem að draga úr kolefnislosun og gera okkar til að minnka áhættu á enn kostnaðarsamari viðbragðsaðgerðum við stórfelldum loftslagsbreytingum. Þetta eru augljósar fjárfestingar sem borga sig. Og í þessum ársreikningi er margt áhugavert. Tekjur borgarinnar eru meiri en áhorfðist. En sama skapi eru ýmis gjöld líka hærri útgjöld, svo sem launagjöld. En það er eðlilegt, bæði vegna þess í COVID var meiri þörf á mönnun og vegna styttingar á vinnuviku og einhverju leyti vegna kjarasamningshækkana. En það er ekki hægt að gremjast það. Okkar góða starfsfólk sem lyfti grettistaki í heimsfaraldri á það vel skilið. Og svo má líka benda á að við erum að innleiða heilt nýtt grunnskólalíkan eins og farið hefur verið yfir. Mér finnst það eitt af okkar mikilvægustu verkefnum og persónulega hefði ég ekki verið sátt við að skila af mér þessu kjörtímabili ef það hefði ekki verið klárað. Ég er bara mjög stolt af því hvað það var faglega unnið og í góðri sátt við skólasamfélagið með áherslu á snemmtaka íhlutun, ákveðið sjálfræði skólastjórnenda yfir hvernig þeir ráðstafa sérfræðingum og svo auðvitað með tilliti til mismunandi þarfa skólahverfa. Við erum búin að standa að miklu viðhaldsátaki í skólahúsnæði og að ógleymdri algjörlega risavaxinu uppbyggingu á leikskólum sem mun skila 850 leikskólaplássum á þessu ári og enn meiri á næstu 3 árum. Og það er ekki kosningaloforð. Það er ekki eitthvað sem fólk fær ef það kýs okkur. Það er eitthvað sem gerist hver sem verður næstu borgarstjóri. Hvort sem að það er úr Samfylkingu eða Pírötum eða Sjálfstæðisflokki eða flokki fólksins eða Ábyrgri framtíð. Það er fjármagnað og það er í framkvæmd. Það er beinlínis einhver að toga í handbremsuna og hætta við til að það gerðist ekki. Mér er líka áhugavert að sjá hvernig eignastaðan breytist með mati fasta fjármagna í B-hluta vegna álverðsafleiðu hjá Orkuveitunni. Ekki að því er hins vegar óeðlilegt. Það er eðlilegt að öll áhrif á markaðnum komi inn með sama hætti alls staðar í hagkerfinu. Það væri mjög skrítið ef bara breytingar sem hafa áhrif til hins verra á eiginfjárstöðu borgarinnar verður teknar með en ekki önnur áhrif sem hafa jákvæð áhrif. Það er að kalla það froðu ef mann langar en þetta gildir bara jafnt á öllum sem eru á markaði. En það er líka bara annað sem er augljóst í þessum gögnum. Og það er að við erum að ná okkur eftir kjörtímabil sem að fylgdust 2 stór áföll. Það er bæði fall WOW og þessi heimsfaraldur. Hvort tveggja gerði það verkum að þurfti aðeins að aðlaga og bíða með vissan metnað en við fórum nú samt í mjög mikla uppbyggingu og við náðum að fara í mjög mikið af aðgerðum sem eru bara rosalega öflugar og meira séum að tala viss tækifæri í græna planinu sem ekki hefði kannski komið annars.
Og þetta þýðir að næsta kjörtímabil verður tímabil mikilla tækifæra. Hver sem fara með völd í borginni eftir kosningar munu njóta þessara miklu uppbyggingar og munu bera ábyrgð á því hvert við höldum héðan. Verður byggt að þessum árangri eða tókað í handbremsuna. Fjármál eru nefnilega nauðsynlegt umræðuefni. Kjósendur þurfa að hafa bæði aðgang að gögnunum og aðgang að því sem við höfum gögnin að segja til að taka upplýsta ákvörðun hverjum þau treysta til að fara með ábyrgð. Upplýsingar eru forseta góðra ákvarðana og kjósendur fá líka með þessum hætti innsýn í okkar persónur og okkar heiðarleika með því að bera saman gögnin við orðræðuna. Það sjaldan jafn skýrt og í slíkum umræðum. Svo ég hvet fólk til að kynna sér þessi mál vel. Stjórnmál eru ekki bara orðræða, það eru ekki allir eins. Stundum hægt að lesa gögnin og sjá beint hverja staðreyndir málsins eru. Að lokum vil ég leiðrétta eitt sem kom fram í ræðunni hjá mér. Fjármál eru nefnilega alveg ágætlega skemmtilegt umræðuefni. Alexandra Brím, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og borgarbúar. Ársreikningur dregur upp mynd af stöðu síðasta árs, hvernig við erum að verja fjármunum og í hvaða þjónustu og svo framvegis. Og eins og alltaf þá fjalla ég tekjustofna borgarinnar. Ársreikningur sýnir okkur hvaðan tekjur komu inn og hvernig fjármagninu var varið. Og við vitum að í samfélaginu að þá hefur skattbyrðin verið færð yfir á lágtekju og millitekjuhópa á síðustu árum frá hátekjuhópnum. Og þetta þarf að lagfæra. Við vitum að fjármagnseigendur greiða ekki útsvar. Það þarf að laga. Ef að útsvar hefði verið lagt á fjármagnstekjur eins og á launatekjur, þá hefði Reykjavíkurborg geta fengið tæpa 7 milljarða árið 2020. Borgin hún verður af mörgum milljörðum á hverju ári vegna þess að þetta er ekki gert. Og þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg hún getur ekki gert ein og sér. Þetta þarf að eiga sér stað með lögum frá Alþingi, en eins og við höfum oft rætt hér í þessum sal, að þá hefur verið samþykkt að skoða þetta nánar, en það hefur ekki verið unnið nánar með þá tillögu sem við samþykktum hér í borgarstjórn að rýna nánar í. Og þetta er mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélögin og eitthvað sem er mikilvægt að leggja áherslu á. Skattaafsláttur til hinna auðustu hefur áhrif á marga þætti sem til birtast í niðurstöðu þessa ársreiknings. Það vantar í sjóðinn okkar svo við getum veitt sem besta þjónustu, en við vitum að það er margt sem við eigum og getum verið að gera betur. Og til þess þarf að efla tekjustofna. Gjaldtakan, hún á ekki að vera fara fram þar sem hún fer fram og birtist okkur í dag þar sem það kostar að vera barn. Það er rukkað fyrir máltíðir í skólum og skólar eru ekki gjaldfrjálsir, svo dæmi sé tekið. Svo þegar við skoðum útgjaldaliði, þá langaði mig sérstaklega að ræða þar einn lið sem er alltaf fjallað í ársreikningi, og það eru langtíma veikindi sem endurspeglar eitthvað sem við þurfum að kanna og kanna nánar og ræða og skoða. Og ársreikningur, hann endurspeglar stöðu síðasta árs og þegar við skoðum undir skóla- og frístundasviði þá kemur fram með leyfi forseta: kostnaður vegna langtíma veikinda hefur langt skeið verið talsvert umfram fjárheimildir. Tilvitnun lýkur. Og það er einnig fjallað langtíma veikinda á velferðarsviði og þar kemur fram að umfram kostnaður sé vegna langtíma veikinda.
Í tilfelli skóla- og frístundasviðs þá kemur fram að í nýju grunnskóla líkani að þá sé úthlutað til skóla vegna veikinda með öðrum hætti en áður og til þess að kostnaður vegna veikinda haldist innan fjárheimilda sé nauðsynlegt að samrýma skráningu á veikindum milli stofnana og tryggja skýrt verklag skráningar, viðbrögð og aðgerðir. Og mér langaði til þess að staldra við þetta en ekki kostnaðarlegin í sjálfu sér heldur þennan þátt, langtíma veikindi og hvað við ætlum að gera til að fyrirbyggja veikindin í þeim tilfellum sem það er hægt og hvaða leiðir við höfum til þess. Auðvitað þá geta langtíma veikindi á sér alls kyns skýringar og þá er mikilvægt að við höfum nægt fjármagn til þess að mæta því. En þegar það er talað langtíma veikindi hér að þá hefur maður áhyggjur af streitu, kulnun, launastöðu, starfsaðstöðu og hvort að það geti verið að ýta undir þessi veikindi. Mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum að líta yfir þegar við förum yfir ársreikning þegar þetta er alltaf nefnt og að mikilvægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir til að tryggja góða starfsaðstæður og koma í veg fyrir langtíma veikindi þar sem það er hægt og búa þannig til bestu starfsaðstæðunar, til dæmis með bættum launakjörum og starfsaðstæðum. Ársreikningurinn, hann er mat á frammistöðu borgarinnar og það er skýrt hvað þarf að bæta. Það er mikilvægt að nægt fjármagn fylgi frá ríki vegna þeirra verkefna sem borgin sinnir og borgarbúar eiga þurfa að upplifa bið eða skort á þjónustu sem þau eiga rétt á. Og svo að við skoðum þjónustu veitingu innan borgarinnar, þá hefur Strætó skert sína þjónustu. Og í greinargerð B-hlutafélag með ársreikningi fyrir síðasta ár þá kemur fram með leyfi forseta að rekstrarniðurstaða var neikvæð 439 milljónir króna. 459 milljónir króna árið 2020 en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði jákvæð 293 milljónir króna árinu 2021. Lakari afkoma skýrist einkum að því að sú tekjuaukning sem fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir skilaði sér ekki sem rekja má til heimsfaraldurs af völdum COVID-19 veirunar. Ríkið greiddi Strætó sérstakan styrk vegna heimsfaraldurs upp á 120 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 900 milljónir króna. Rekstrartap var þó 3% lægra en árið og undan og tilvitnun lýkur. Strætó er mjög mikilvæg þjónusta og sem margir borgarbúar treysta á og við erum á mjög slæmum stað þegar það þarf að skerða þjónustu og margt fólk sem reiðir sig algjörlega á Strætó og við viljum efla almenningssamgöngur, ekki bara fyrir fólkið heldur líka fyrir umhverfið og við erum stödd á þessum stað. Við höfum líka verið að sjá hækkanir á árskortum fyrir eldri borgara, hækkanir fyrir ungmenni á árskortum, þannig að á sama tíma og við viljum fá fleiri í Strætó að þá erum við á þessum stað. Þannig að hvernig ætlum við að efla samgöngunar? Það er líka fjallað fleiri áhugaverða þætti þarna, veit ekki hvort að áhugaverðir sé rétta orðið, en það er þarna í greinargerð með B-hlutafyrirtækjum fjallað verkefni slökkviliðsins og þar er einmitt fjallað verkefni sem kortlaði búsetu í atvinnuhúsnæði og sú skýrsla hún var gefin út núna nýlega og þar kemur fram að það sé áætlað að 860 einstaklingar búi í atvinnuhúsnæði í Reykjavík og svo ég fari inn á það sem ég talaði áðan
að það mikilvægt að við nýtum þau tæki og tól sem við höfum hér í borginni til að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir, að þá verður borgin að fara í húsnæðisuppbyggingu til að koma í veg fyrir þá slæma stöðu sem að margt fólk er í. Við sjáum biðlista hjá félagsbústöðum, við sjáum 860 eru talin búa í atvinnuhúsnæði í Reykjavík, meðal annars vegna skorts á húsnæði á viðráðanlegu verði. Við sjáum að Brynja húsjör ÖBÍ hefur lokað fyrir nýjar umsóknir vegna gríðarlegrar fjölgunar. Við sjáum að það er erfiðara fyrir fólk að eigna sínu fyrstu íbúð á meðan að fleiri er að eignast íbúð númer 2, eigna fólk, fyrirtæki. Þannig að okkar áherslur, þær eiga miðast að því að búa til góða borg og til þess þurfum við að byrja á þörfum hérna verðsettu og byggja okkur upp og þessi mynd af stöðu síðasta árs, hún sýnir hvar við getum lagað og besta tæki til þess er að tryggja að við séum alltaf greiða þennan sameiginlega sjóð sem við erum ekki að gera, að ríkir greiði einnig til samfélagsins og að við sköpum hér réttlátt samfélag sem byggir á jöfnuði. Ég ætla að nota næstu umræðu til þess að tala um stöðu félagsbústaða og mikilvægt þess að borgin byggja fyrir fólk í neyð. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi oddviti Miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér ræðum við í fyrri umræðu ársreikning 2021 og er að mörgu að taka að venju. Og hér er algjör gjá á milli skoðunar minnihlutans og meirihlutans hvernig raunverulega Reykjavíkurborg stendur. Ég held að ástandið lýsir sig best í bókun sem ég lagði fram í borgarráði síðastliðinn fimmtudag, 22. apríl síðastliðinn og ég ætla að lesa hana bara hér upp í upphafi því þar er samandregið nákvæmlega hvernig borgin stendur með leyfi forseta. Ársreikningur Reykjavíkurborgar árið 2021 var birtur í dag. Happdrættistekjur valda því að samstæðan kemur út í plús en þær eru. Tekjufærsla félagsbústaða nemur 20,5 milljarði og hækkun heimsmarkaðsverðs á áli 40% skapar 6,6 milljarða tekjufærslu. B-hluta fyrirtæki skila borginni 3,8 milljón króna arði. Uppgreiðsla láns frá Orkuveitu Reykjavíkur til Borgarsjóðs eru 3 milljarðar og ábyrgðargjald lána frá dótturfélögum til Borgarsjóðs námu tæpum 500 milljónum. Veltufé frá rekstri er 0%, rétt skríður yfir 0% en æskilegt hlutfall er 9%. Rekstragjöld eru 4,9% yfir áætlunum og fjárfestingar eru fjármagnaðar með lántöku. Skuldahlutfallið er komið yfir 150% og séu skuldir Orkuveitu Reykjavíkur talda með þá er skuldahlutfallið hátt í 200%. Reykjavíkur ákvæðið undanþágu orkufyrirtækja fellur úr gildi í árslok 2022 en COVID-19 ákvæði ríkisstjórnarinnar undanþágu frá skuldahlutfallinu rennur út 2025. Ekkert bendir til að Reykjavíkurborg nái settu marki lögbundið skuldahlutfall í langri framtíð til lántöku áætlun árinu 2022 til 2026 eru 92 milljarðar og borgin því rekið með lánum. Tilvitnun lýkur. Þannig að ég ætla að renna mér hér inn í þessa bókun og ég tala hér happdrættistekjur borgarinnar.
Það er ekki bara þessar matsbreytingar félagsbústaða upp á 20,5 milljarð og þessi álverðshækkun Orkuveitu Reykjavíkur auk þess sem ég fór yfir, heldur eru þarna að ræða líka happdrættistekjur að því leyti að það er ekki bara hækkun á útsvari sem stafar að hækkun launa og fjölgunar starfsmanna sem að skapa meiri útsvarstekjur, heldur það einnig þær staðreyndir að á árinu 2021 var úttekinn séreignarsparnaður hjá fólki 6,5 milljarður sem skilaði borginni auknum tekjuauka. Þannig að þegar verið að tala hækkun útsvars þá er ekki hægt að skrifa það bara á launahækkanir og það sé fjölgun starfsmanna, svo það sé sagt. Þetta kemur líklega ekki aftur, þetta verða líklega einskiptistekjur fyrir árið 2021, þetta var í gildi árið 2020 en þá nam þetta úttekt séreignarsparnaðar 12 milljörðum, þannig að mér er það stór til efs að ríkisstjórnin framlengi þetta mikið meir. Nú varðandi þetta undanþágu ákvæði frá skuldahlutfalli, fyrirgefiði veltufé frá rekstri sem skuldahlutfalli þegar það er komið upp í 200% með Orkuveitu Reykjavíkur innitalið, þá er rétt að geta þess að ríkið hefur felldi þessi skuldaviðmið úr gildi í upphafi COVID en framlengdi því svo fyrir sveitarfélögin til ársloka 2025. Þannig að það er partí, eins og stundum var sagt hér í ræðum meirihlutans sem var verið að ræða fjármál Reykjavíkur, partíið getur haldið áfram hér í Ráðhúsinu alveg þangað til. Þannig að það sé sagt. Það er búið að ræða hér mikið matsbreytingar félagsbústaða og það er óþarfi að vera endurtaka það hver einasti borgarfulltrúi sem kemur hér upp. Þetta er búið að vera viðvarandi ágreiningur og umfjöllun þessi mál, allt þetta kjörtímabil. Þetta hefur endað á þann hátt að það er komið erindi til eftirlitsstofnunar ESA sem sendir bréf til sveitarstjórnarráðuneytisins sem að skrifaði svarbréf. ESA fékk það í hendur og sendi á ný spurningalista til núverandi innviðaráðuneytis áður sveitarstjórnarráðuneytisins sem að óskar eftir frekari svörum því að minn skilningur og margra fleiri er sá að félagsbústaðir eru félagslegt húsnæði en ekki fjárfestingafélag því það stendur aldrei til að selja eigninar sem inn í félagsbústöðum eru. Og það er löngu viðurkennt og það er meðal annars viðurkennt í bréfi borgarlögmanns til borgarráðs og borgarstjórnar þegar var verið að rökstyðja það að félagsbústaðir ættu ekki að greiða ábyrgðargjald til Reykjavíkurborgar vegna þess kom þar fram á þeim grunni að þetta væri félagslegt húsnæði og væri ekki hagnaðardrifið. Þannig að það er nú gott að tala tungum tveim svona eftir því hvert erindið á að beitast og til hvaða heimabrúks erindin eigi að ná. En af þessu er það að frétta að ráðuneytið fékk frest til að svara þessu seinna bréfi ESA, fékk frest til 11. apríl til að svara, en svo óheppilega vildi til að ráðuneytið hefur nú fengið þriðja frestinn við þessu erindi og hefur nú frest til 28. apríl að svara. Og líklega verður það svo að þetta verða ekki komin úrslit í þessi mál fyrir sveitarstjórnarkosningar, því miður. Því þetta er svo stórt mál, þessar bókhaldsbrellur Reykjavíkurborgar varðandi félagsbústaði, að það falli þetta álit Reykjavíkurborg í óhag, þá vantar inn í reksturinn það bil 80 til 82 milljarða eftir því frá hvaða ári þetta er reiknað. Og þetta er háalvarlegt mál og hér er bara látið eins og það sé allt hér í himnalagi. Þess vegna er það svolítið skrítið að þegar var verið að fara hér yfir ársreikninginn í borgarráði
að þá voru ytri endurskoðendur gáfu það út að þeir myndu undirrita ársreikningin fyrir 2021 án nokkurra athugasemda, en samt var boðað að það væri jafnvel að vænta lagabreytinga hjá innviðaráðuneytinu varðandi þessar uppgjörsaðferðir, sem sýnir það að ríkið og borgin að reka þetta mál á afar veikum grunni. Lagasetning gengur framar öllu. Einhver reglugerð sem smíðuð hér í ráðuneyti, hún getur aldrei gengið framar lögum. Það fjallar þessi deila meðal annars hvernig á að gera félagsbústaði upp og færa inn í samstæðu reikningsskilin. Þannig að þarna stendur deilan og eins og við vitum þá eru við aðilar í EES-samningnum og EES-samningur gengur aðal út á fjórfrelsið og meðal annars erum við að taka upp hér viðskiptareglur og lög frá ESB sem snúa þessu, samhæfðir bæði evróskir og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem við erum búin að vera aðilar að mjög lengi, og það svolítið skrítið að þetta mál sé búið að ganga hér í 4 ár og það sé ekki ennþá komið botn í þetta, og á meðan Reykjavíkurborg A-hlutinn til dæmis á árinu 2021 að tekjufæra heila 20,5 milljarð inn í sitt bókhald, loft, fróða. Og þá komum við að því að hér verið að tala að hér sé allt í himnalagi í rekstrinum og að almenningur hafi ekki þolinmæði fyrir því að ræða fjármál borgarinnar. Það bara rangt mat sem hefur komið hér fram í ræðu vegna þess að almenningur mjög áhugasamur akkurat rekstur borgarinnar. En þegar verið að tala hér að Reykjavíkurborg sé rekin með hagnaði, þá það vegna þess að það eru þarna fróða inn í uppgjörinu sem að ég var að fara hér yfir. En þegar A-hlutinn skoðaður, það aldrei talað það hvernig A-hluti stendur, þá halli á A-hlutunum upp á 3,8 milljarð. En svo þessu alltaf splæst saman þegar verið að tala hvað borgin stendur vel, en samt svo þegar verið að ræða skuldahlutfallið að þá alltaf verið að taka samanburð A-hluta við A-hluta annarra sveitarfélaga. Þannig að það alltaf verið að, það ekki beinlínis verið að segja ósatt, en það verið að bera saman epli og appelsínur eftir hvort sem það verið að tala skuldir eða hvort það sé verið að tala afgang eða hagnað. Svo það sé sagt, það verið að slá ryki í augu almennings, sem mjög óábyrgt af stjórnvald að gera og borgarstjóri og meirihlutanum. Og hér borgarstjóri að fara yfir það að staða ríkissjóðs sé svo langt verri heldur en A-hluti Reykjavíkurborgar. Það eins og borgarstjóri veit ekki í gegn hvað ríkið búið að ganga. Ríkið tók á sig allan COVID-kostnaðinn, allt frá opnun sóttvarnar hótela upp í það að kaupa hér pinna til þess að taka sýni og próf. Og alls konar sjúkrakostnað og ég veit ekki hvað og hvað, en það smávægilegar upphæðir sem Reykjavíkurborg tók á sig. Ég hef alltaf viðurkennt að þær voru réttlætanlegar á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, en það ekki hægt að segja það þegar við komum hér að ræða ársreikning ársins 2021 að þessi halli sé allur COVID að kenna. En það kemur það fram í athugasemdum og bókun við fundagerð innri endurskoðenda frá aðila í endurskoðendanefnd Einari S. Hálfdánarsyni að það vanti alla sundurgreiningu og nákvæmni á því hvað felst í því sem að borgin kallar hér COVID-kostnað. En borgarstjóri sjálfur kallaði eftir því við fjármálaskrifstofuna að við fengjum þetta nákvæmlega sundurgreint. En það nú svo, virðulegi forseti, að stundum nú smurt á liði, jafnvel útgjöld sem eiga ekki heima, eins og til dæmis við komum stað í sambandi við braggan, það veit enginn hvar þessar 550 braggakrónur en svona ferðin alltaf notuð. Og við skulum ekkert vera að fara hér
yfir reksturinn því að reksturinn náttúrulega talar sínu máli en það er athyglisvert að á þessu ári þá hafa laun og launatengd gjöld aukist 12% á milli ára og meðalfjöldi stöðugilda á einu ári hefur aukist 8%. Samtals gerir þetta á kjörtímabilinu tæp 20% fjölgun stöðugilda. Og hvað haldið þið að það kosti? Reksturinn að tútna út og það ekki reksturinn sem snýr að lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu, það allt annar rekstur. Það verið að fara hér í gæluverkefni, stafræna umbreytingu og hvað þessi verkefni heita öll, en lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu ekki sinnt. Enda sýnir það að annar rekstrakostnaður, hann eykst 7% á milli ára sem nú ekkert smávegis á einu ári. Þannig að það nú ýmislegt að athuga og ég hvet nú þá sem að fara hér í framboð. Ég sé að það eru hérna ykkur upp á pöllum sem eru að taka þátt í borgarstjórnarkosningunum, ný framboð þar á meðal að kynna sér nákvæmlega ársreikning 2021 því hann stór skemmtilegu rekstur en miður fréttir fyrir Reykjavíkurborg. En þarna liggja tækifærin í kosningabaráttunni að afhjúpa það hvernig og hvar borgin stendur. Ég þreytist ekki á því forseti að minnast á það að lántakan boðuð á næsta kjörtímabili og fram á kjörtímabili sem byrja 2026, 92 milljarðar og í árslok 2026 áætlað að skuldir borgarsjóðs A-hlutin sá sem að hýsir útsvarið og fasteignagjöldin, við erum ekki að tala um samstæðuna, að skuldirnar verða áætlaðar þá 240 milljarðar. Mér finnst vera jafnframt svona ákveðin svona veikleiki í þessu uppgjöri og þessum ársreikning því að það má eiginlega segja að sko það ekki færðar varúðarfærslur. Það hér í yfirlitinu varðandi lögfræðimál og skaðabótakröfur, ég ætla aðeins að drepa á þeim, að það til dæmis gert grein fyrir stefnu Sérverks EHF á hendur borginni vegna álagningar svonefnds innviðagjalds. Það stendur þannig máli núna að Reykjavíkurborg var sýknuð í landsrétti og það bíður dóms Hæstaréttar. Þetta það sérstakt mál og hefur svo mikið fordæmisgefandi gildi að ég allavega bíð spennt að sjá hvað kemur út úr þeim Hæstaréttardómi og þá talið að mati borgarlögmanns að falli málið borginni í óhag þá komi þetta einungis til með að skaða borginu með 1 milljarð en ég hef fyrir því vissu og man það að innviðagjöld greiddir Reykjavíkurborgar langtum hærri en þarna segir til Svo rétt að geta þess að hér verið að fjalla líka málalykti í máli Orkuveitu Reykjavíkur við þrotabú Glitnis sem kallað í ársreikningnum gjaldmiðlaskiptasamningar sem að mínu mati rangt, þetta tapað dómsmál og ekkert annað. Það endaði með því að Orkuveita Reykjavíkur þurfti að greiða þrotabúinu 3,4 milljarða og svo hér í gangi mál Gagnaveitu Reykjavíkur og hendur Símanum vegna tjóns rekja má til meintra brot á fjölmiðlalögum, þannig að það ýmislegt í gangi. En það sem að mér finnst nú skrýtnast í svo ég hef nú alltaf gagnrýnt, það þessi væll borgarstjóra og meirihlutans í garð ríkisins að ríkið eigi alltaf að koma inn með fjármagn í reksturinn. Og þá ekki hægt að fara þar framhjá en að tala það að Reykjavíkurborg hefur höfðað mál gegn íslenska ríkinu vegna framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga, vegna reksturs grunnskóla og vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál og kröfuhæðin 5,4 milljarðar. Þáverandi sveitarstjórnarráðherra og núverandi innviðaráðherra sagði að ef borgin myndi höfða mál á hendur jöfnunarsjóði sveitarfélaga þá
myndi það leiða til þess að grundvöllur jöfnunarsjóðs væri brostinn og ég tek undir það. Mér finnst þetta vera miklar eftiráskýringar en það alltaf verið að tala um það að ríkið þurfa að koma inn með frekari tekjustofna til sveitafélagana. Málið einfaldlega það. Sveitafélögin verða að reka sig á þeim tekjum sem þau hafa. Þetta hið einfaldasta mál. Og ég hef aldrei skilið þessa ásókn Reykjavíkurborgar í ríkissjóð á þessum grunni. Reksturinn farin úr böndunum, reksturinn skuldsettur upp í topp og svo alltaf verið að eyða orku í það að annarkvort finni ríkið nýjan tekjustopp fyrir Reykjavíkurborg og sveitafélögin eða þá komi með beina peninga, bein fjárframlög inn í borgarsjóð. Glöggt dæmi akkurat nákvæmlega það sem kemur hér fram í þessum ársreikningi. Það það þegar Strætó BS allt í einu bara setti það inn í áætlanir sínar fyrir árið að ríkið myndi bara koma kviss og bang með 900 milljónir inn í rekstur Strætó. Það var bara algjörlega úr lausu lofti gripið. Þetta var bara eitthvað sem var kokkað upp á hesthálsi. Og svo segir fjármálaráðherra, þið verðið að sýna mér grundvöllin fyrir því að þið áætlið að Strætó þurfi 900 milljón króna innspýtingu frá ríkinu. Það endaði þannig, svo rimma, eða það var ekki einu sinni rimma, því þetta náttúrulega þess var hafnað af hálfu ríkisins, að ríkið féllst á að borga 130 milljónir. En þarna á þessum tíma þá fer þetta áfram í gegnum áætlunina og áfram í gegnum reikninga Strætó og svo kemur það inn í ársreikning að það verið of áætlun upp á 780 milljónir. Enn ein froðan, peningar sem voru aldrei til. En stóru börnin læra líklega eitthvað af mömmu sinni. Þetta svona svipað eins og froðu hagnaður félagsbústaða. Ég hef lokið máli mínu, virðulegi forseti. Ég ætlaði að fara hérna yfir áhættumatið sem að endurskoðendur setja sér við endurskoðun reikningsins. Ég sé að tími minn á þrotum. Ég tek það bara við seinni umræðu fjárlaga. Ég boða bókun og ég las hann upp hér í byrjun. Hún saman bókun eins og í borgarráði og svo hlakka ég til að ræða ársreikningi við seinni umræðu. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, kæra borgarstjórn og forseti, ég eiginlega stenst ekki freistinguna. Þetta nú fer að verða eitt af síðustu skiptunum sem að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir heldur sömu ræðuna. Hún hefur haldið í 4 ár. Og spjótin beinast mjög að borginni, ekki ríkinu, ekki verktökum, nei, alltaf gegn borginni, gegn Strætó, gegn þjónustu við borgarbúa. Og auðvitað var það þannig með Strætó að það var ríkið sem að setja samkomu, takmarkanir, fólk mátti ekki fara í Strætó og það var til þess að Strætó tapaði gríðarlega miklu fé cirka 1,5 milljarða á 5 árum og auðvitað ber ríkið einhverja ábyrgð á því. Og þannig hefur nú verið í öllum nágrannalöndum okkar að ríkisvaldið hefur komið mjög sterkt inn í stuðning við vagna þjónustu fyrirtækis eða samgöngu fyrirtæki. Svo ger ég líka, stenst ekki freistinguna, mér blöskrar svo þessi orðræða froðu. Hér eru 3500 íbúðir í eigu félagsbústaða og að kalla þetta froðu raunveruleg heimili fólks. Það var eins og maður kæmi heim til einhver sem hefði ákveðið að búa í sinni íbúð alla sína ævi og selja hann aldrei og segja við viðkomandi fyrirgefðu en þú býrð í froðu. Auðvitað þetta raunveruleg heimili og mér finnst þetta að vera einhvern veginn svo furðuleg hálfgerð svona mannfyrirlitning að tala svona raunveruleg heimili fólks hér í borginni. Við erum að vera stolt af þessu og að því að við erum félagslega þenkjandi fólk og þannig að ég stóðst ekki mátið að gera athugasemdir við þetta orðaval og svo líka með ólíkindum þetta að taka alltaf málstað verktakana í deilum innviðagjöld. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar.
Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrandi, já þetta var nú ansi skemmtilegt hérna andsvar við mig og það er ekki nema að vona að ég sé að mati borgarfulltrúans að flytja sömu ræðuna 4. ári í röð því það er búið að vera sama ástunda á borginni og fer versnandi en alltaf sömu atriðin. Akkurat matsbreytinga félagsbústað og hvað borgin tekjufærir í hérna álversbreytingu í Orkuveitu Reykjavíkur og svo framvegis. Nú auðvitað er ég að ræða Reykjavíkurborg þegar ársreikningur Reykjavíkurborgar 2021 er til umræðu. Auðvitað er ég ekki að beina þá sjónum mínum að ríkinu, að sjálfsögðu ekki. En ég bent á það að þetta náttúrulega væri þessi krafa náttúrulega hjá borginni að ríki kæmi inn með pening í strætó en þá bara sagt já ríki sett á COVID-bann á strætó, bara afsakið. Strætó er bara löngu orðin gjaldþrot og það bara sést að þessi milljarður sem hefur komið frá ríkinu undanfarin bráðum 15 ár hefur engu skilað, farþegafjöldi var 4%, farþegafjöldi er 4%, þrátt fyrir það átt að fara upp í 12%. Ég hafna þessum útúrsnúningu sem kom fram í máli borgarfulltrúans að ég væri að tala heimili fólk sem froðu. Ég vil biðja borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson að opna eyrun. Hér erum við að ræða ársreikning 2021. Ég var að tala gangvirðisbreytingar félagsbústaði upp á 20,5 milljarð sem froðu, ekki íbúðir í Reykjavík. Þannig að þetta er fullkominn útúrsnúningur og svo til að leiðrétta borgarfulltrúana því hann er nú í meiri hluta þá minni nú að fasteigni félagsbústaða sé losi nú ekki 3.100 en hann fullyrti að það væru 3.500 en ég er nú ekki með nýjastu talningu á þeim en þetta er svona það sem minnir en ég hef aldrei nokkuð tíman talað að heimili fólks í Reykjavík sé froða. Og borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Næst veitir andsvar borgarfulltrúin Sabíne Leskov. Já, aðeins jöfnunarsjóði sem borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom inn á. Hún segir að sveitarfélögin eigi að styðjast við eigin tekjur en þetta gildi þá bara fyrir og það bara gildi fyrir Reykjavík. Það sem þessi ágreiningur snýst er mismunun Reykjavíkurborgar. Hvert einasta barn í sveitarfélögum eins og Garðabæ, hver einasta barn af erlendum uppruna í Garðabæ fær 150.000 krónur á ári úr þessum jöfnunarsjóði. Er það þá bara Reykjavík sem á að mismuna og á að segja virkilega að Reykjavík væri að beinast þessu gegn öðrum sveitarfélögum? Þetta er svona eins og ef launafólk launþegi er að reyna að sækja vangoldin laun þá væri hann að stela eða taka það frá öðrum launþegum. Það er náttúrulega ekki. Það sem við erum að mótmæla hér er þessi mismunun borgarina sem á sig bara einfaldlega engan grundvöll. Vill borgarfulltrúinn þá leggja jöfnunarsjóðinn alveg niður eða viðhalda mismunun? Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, getur forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil nú aðeins fara hér aftur á bak fyrst að vera að spyrja akkur jöfnunarsjóðinn. Jú, það var sett á stofn einhver nefnd sem átti að reyna að ná sem mestu peningum út úr jöfnunarsjóðnum og krafan byrjaði nú þannig að það voru 8 milljarðar en nú er þetta komið í rúma 5 milljarðar þannig að það sé nú sagt. Það var nú skafið eitthvað utan af þessu í samtali við ríkið þar sem ekki var grundvöllur fyrir einhverjum kröfum sem borgin setti fram og samningaviðræðuna gengu hvorki né ráku þannig að ég tel að þetta sé mjög harkalegt hjá Reykjavíkurborg að fara í dómsmál þegar ríkið hafnar þessum kröfum Reykjavíkurborgar. Það á aldrei að fara þessa leið og sérstaklega ekki í ljósi þess þegar núverandi innviðaráðherra sagði á sínum tíma að ef Reykjavíkurborg myndi fara í málsókn gegn ríkinu myndi það rústa jöfnunarsjóði, rústa grundvelli jöfnunarsjóðs. Það er bara þannig. Og þegar ég var formaður fjárlaganefndar þá var alltaf þessi jöfnunarsjóður til umræðu og þetta er svo óljósar úthlutunarreglur úr sjóðunum. Við sjáum það hér í þessum ársreikningi að Reykjavíkurborg hefur fengið talsverða hækkun sem byggir á þessu módeli sem að úthlutunarreglur sjóðsins sem gilda úthlutunarreglur sjóðsins. Þannig að Reykjavíkurborg er að fara hér fram með frekari kröfur heldur ríkið telur Reykjavíkurborg eiga hjá sjóðnum.
Mér að meina lausu þá mætti leggja niður jöfnunarsjóð sveitarfélaga og þetta yrði innheimt með öðrum hætti, þá beint í gegnum fjárlög eða slíkt, því að ég tel að sjóðurinn sé orðin mjög ógegnsær og ég ekki að mæla vinnubrögðum þar innan borðs bót, en það alveg ljóst að það þarf alltaf að leysa svona deilur með samningaviðræðum og rökum áður en hlaupið á staði dómsmál. Þá hefur borgarfulltrúinn svarað andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sabína Leskopf. Já, eins og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir segir sjálf, það hafa verið samningaviðræður og hafa ekki gengið, þannig að ég væri virkilega að bregðast mínum skildum, við værum að bregðast okkar skildum ef við værum að segja einfaldlega, hér liggur fyrir lögmæt krafa að okkar mati, við erum að meta þetta þannig að þetta krafa sem við eigum inni, þetta eru 5 milljarðar ef þetta er enda saman, en nei, við sleppum því að vilja fá þessa peningar að því að ríkið segir eða innviðaráðherra segir nei. Mér finnst það alveg ótrúlegt að halda því fram að við eigum bara þetta var svo rosalega brot gegn borgarbúum ef við eigum inni einhver staðar 5 milljarða fyrir börnafældum uppruna að segja allt í lagi, þá sleppum við það. Ég ætla ekki að sleppa því. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, ágæti forseti, borgarstjórn og tilheyrendur, já, loksins fór nú meirihlutin að tala það að það var eitthvað að passa upp á borgarsjóð, það var vel gert. En ég minna á það að þessi svokallaða krafa Reykjavíkurborgar byggð upp á mörgum árum, þetta ekkert sem að kemur til á einu ári, þannig að þetta eitthvað sem var farið í að reikna út og við vitum alveg hverju stóða bak við það, að þarna var fundin út að það væri einhver smuga að ná einhverjum peningum út úr Reykjavíkurborg. Takið eftir því, það ekkert annað sveitafélag sem á þessum buxunum gagnvart ríkinu. Ég veit að þessi málaflokkur mjög þungur hér í Reykjavík, enda Reykjavíkurborg höfuðborg, en ég sagði þetta líka jafnframt í framhald af því að það alveg sama hvað gengur á í rekstri Reykjavíkurborgar, ríkið skal bara alltaf koma með pening þar inn. Og þetta svo óeðlilegur rekstur á sveitafélagi að það geti ekki staðið undir lögbundnu hlutverki sínu og grunnþjónustu með tekjum sínum eins og ég fór hér yfir. Það bara eitt í eitthvað annað en grunnþjónustu og lögbundna þjónustu. Svo einfalt það. Og svo ríkið alltaf að koma og bjarga. Enda tel ég það að ríkisstjórnin sé náttúrulega orðin dauðleið á öllum brotnum samkomulögum sem að búið að gera hér, hvort sem að það sé samgöngusáttmáli eða eitthvað annað og endalausa kröfur og kröfustræti og allt þetta, að það þetta bara eins og að bara kasta bara endalaust einhverjum blautum tuskum hérna út í tjörn og vonast til að Alþingishúsið komi hérna með einhverja fiska sem að bíta á. Þetta gömul tugga, þetta óheilbrigt hvernig Reykjavíkurborg rekin, sérstaklega þegar það ljóst samkvæmt þessum ársreikningi að bæði fasteignagjöld og útsvar langt yfir áætlunum vegna ákveðna aðstæðna og hækkunar til dæmis á fasteignaverði. Þessi rekstur alveg til skammar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og ekki hafa fleiri óskað eftir að veita andsvör. Næst tekur þá til máls oddviti Vinstri grænna, Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Eins og hefur komið fram hér í ræðum manna þá eru ársreikningar uppgjör síðasta árs, baksýnisspegillinn, og þeir lýsa því sem að gerist á árunum undan. Hvernig skuldastaðan yfir áramót, hvert lánshæfið hver ekstra afgangurinn og svo framvegis. Við getum ekki breytt því sem að við leggjum hér fram í dag, en við eigum að rýna þetta vandlega vegna þess að við þurfum að meta ávinninginn af þeim leiðum sem að við fórum og þeim ákvörðunum sem voru teknar síðast. Við eigum að læra af því og svo eigum við að móta áætlanir samkvæmt því sem við teljum þá vera betra.
næst. Og það auðvitað best að skulda ekki og það mjög gott að greiða niður skuldir, en staðan auðvitað ekki eins og minnihlutinn vill lýsa henni og meirihlutinn heldur síðan aftur fram, þannig að sannleikskornið liggur sem sagt í þessum skjölum sem við leggjum hér fram í dag. En það líka hins vegar þannig að stundum þurfum við að taka lán. Og við þurfum stundum að skulda svo að sé hægt að byggja mannbætandi borg. Og við getum ekki einvörðingu fest okkur í tölum því við verðum líka að skoða hvað þessar tölur gefa okkur, hvað þau færa borgarbúum. Sumar skuldir skil okkur margföldum hagnaði síðan meir, ekki kannski fjárhagslegum, heldur kannski umhverfislegum og félagslegum, en svo á hinn endan að þá getur orðið til fjárhagslegu sparnaður vegna skulda sem við höfum tekið og ekki síður meiri innkoma og meiri tekjur annars staðar. Þannig að þetta ekki alveg svona einfalt eins og haldið fram og að við þurfum bara að rýna í þær tölur sem að liggja fyrir og prósentur. Hinn svokölluðu gæluverkefni meirihlutans hafa verið gagnrýnd í þessum sal. Listir, menning, lifandi borg, stuðningu við viðburði. Þetta til dæmis tel ég ekki vera gæluverkefni. Þetta skila sér í auknum tekjum til annarra og líka til þeirra sem að þeim standa. Og þetta heitir líka að vaxa úr vandanum. Í þessu felast líka áherslur okkar sem að stýrum ferðinni. Við getum ekki bara búið til borg í kringum eitt afmarka verkefni og látið allt hitt liggja. Það líka einhvers konar fátækt að sinna ekki því sem að göfgar mannin. Og allt þetta getur aukið menningarlegt og félagslegt ríkidæmi okkar og það ekki mælt endilega í þessum ársreikningum. Við mælum það á annan hátt. Þegar við til dæmis fjárfestum í skólakerfinu okkar sem við höfum heldur betur gert á þessu kjörtímabili, aldrei meir, þá erum við að fjárfesta í betri menntuðum einstaklingum sem skila jafnvel ef við hugsum bara dálítið svona þröngt ákveðnum verðmætum til samfélagsins og öllum sviðum og eru til dæmis færum að takast á við hraða tækniþróun og fleira. Og þá ég ekki bara að hugsa fjárhagslegt, það líka bara auður sem að felst í fólki sem að verður ekki metin til fjár. Hér var til dæmis talað það að stafræn umbreyting væri gæluverkefni og það finnst mér fjarri sanni, það einhvers konar oxymoron í mínum huga vegna þess að stafræn umbreyting léttir borgarbúum lífið, styttir spor eða styttir okkur boðleiðir og sporin, spara fjármuni þegar lengra litið, spara leiðindi og erfiði í að eiga við kerfið og við getum öll verið sammála um þetta. En svo þetta bara kallað gæluverkefni og einhvern veginn afskrifað. Og ég ekkert í pólitík til þess endilega að skila alltaf fjárhagslegum hagnað, en ég átta mig alveg á því að það gott að skulda ekki. En það koma líka alltaf tímabil þar sem að við skuldum og við getum greitt niður skuldirnar og við erum einmitt í stakk búin til þess að gera það hérna í Reykjavík. Og eins og borgarstjóri fór yfir hérna í ræðu áðan. Og bara rétt upp hönd sem að hefur aldrei skuldað nokkuð skapaðan hlut í lífinu. Og ég vil líka halda því fram hér og ég veit það með fullvissu að það hægt að sinna og aðstoða fátæku fólki þó það séu líka sýningarsalir og tónleikahús. Það má gera margt í stjórnmálum, það má gera margt í einu og sinna mörgum og allt snýst þetta auðvitað forgangsröðun. Það tvennt sem að mig langar að koma hérna inn á í dag, ég ætla ekki að hafa þetta langt og það að mig langar að vekja sérstaklega athygli á stöðu Sorpu sem að einhverjir voru að hrópa torgum að væri gjaldþrota. Hún síður en svo gjaldþrota. En vissulega þarf Sorpa að halda vel á spöðunum vegna þess að það eru stór verkefni framundan á sviði umhverfismála eins og fjárfestingar í endurvinnslustöð eins og ég nefni eitt dæmi.
En þessi fjárhagslega endurskipulagning sem að ég hef varið eiginlega öllu þessu kjörtímabili að fara í, hún hefur aldeilis skilað góðum árangri. Og við hefum líka lyfta því upp sem að vel gert og ekki alltaf vera í niðurrifshamnum okkar, jafnvel þó við séum með minni hluta. Og bara fyrirgefi ef ég er með einhverja aðfinnslur hérna, en maður bara hefur þurft að sitja undir ýmsu sem að ekki hefur verið nægilega vel svarað, kannski á kjörtímabilinu. Af því að það er alveg ábyrgðar hluti að vera í stjórnmálum og segja satt og rétt frá og miðla upplýsingum sem eru sannar og réttar en ekki lýðskrum. Og mér hefur fundist í oft þurfa að hlusta á einmitt lýðskrum frá ýmsum borgarfulltrúum og það er leiðilegt og ósanngjarnt og líka fyrir borgarbúa og allir tapa. En gott og vel, það eru mikla breytingar framundan í rekstri samlagsins og það er held ég orðið algjörlega tímabært að endurskoða fyrirkomulag. Við höfum svo sem gert það á vettvangi SSH, hvernig við sjáum Sorpu til framtíðar. Og ég held að þarna séu rík tækifæri til grænna fjárfestinga og að Sorpa verði meira fjárhagslega sjálfstæð. Ekki það hún sé rekin bara eins og hvert annað arðsemisfyrirtæki á markaði, nei alls ekki. Við viljum hún skila á sléttu en að hún sé sannarlega rekið sem það umhverfisfyrirtæki sem henni ber að vera sem að við loksins erum að sjá raungerast. Og svo er annað sem að enginn heldur til haga og það er það sem að við þurfum að gera í miklu ríkari mæli og það þarf að vera miklu skýrar og við borgarfulltrúar þurfum að vera sífellt með þessi gleraugu á og það eru kynjagleraugun hvernig við erum að ráðstafa fjármunum borgarbúa með sanngjörnum hætti. Með því að greina áhættu þætti til dæmis eins og í stórum framkvæmdum sem að hefur ekki verið gert, eins og til dæmis varðandi samgöngusáttmálann, eins og varðandi Sundabraut, eins og varðandi risastórar fjárfestingar. Við þurfum að meta hverju þær skila, hverjum þær gagnist. Við þurfum að rýna allt með kynjagleraugunum. Og við höfum dálítið síðan 2011 verið að reyna best practice varðandi stýrihóp kynjaðra starfs- og fjárhagsáætlunar og ég tel okkur hafa fundið réttan stað núna og að þau mál framvegis verði tekin fastari tökum. Þetta er allt upp á við en ég vildi halda þessu til haga fyrir þá borgarfulltrúa sem að bera kyndilinn áfram. Vegna þess að ég held að þetta skili okkur miklu betri ákvörðunartöku og ég held að þetta skili sér í mikilli, meiri ánægju til borgarbúa varðandi þær ákvörðunar sem við sannarlega tökum. Þetta er hin eilífa hringrás og störf stjórnmálamanna umhverfast mjög mikið í kringum fjárhagsáætlanir og svo leggjum við ársreikning fram og við höfum svona fasta punkta í tilverinu. En ég vona okkur auðnist framvegis að standa þétta saman að þeim verkefnum sem sannarlega auka lífsgæði okkar í borginni og að við forðumst niðurrif. Þannig að ég tek til máls hér í annarri umræðu ársreikning og ég vil þakka fjármálaskrifstofunni sérstaklega vel fyrir. Vegna þess að það er ekki einfalt að halda öllum þessum boltum á lofti. Ég veit allan að hvað Reykjavíkurborg væri ef ég væri fjármálastjóri. Nú væri ég rasvasunum á mér, en já, takk hérlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi oddviti Flokks fólksins, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, maður bara veit ekki alveg hvað maður á að byrja. Ég á bara ekki orð yfir síðasta ræðumanni, ég verður bara að segja eins og er. Og Jesús minn hvað maður hefur á þessu tímabili þurft að sitja undir
þvílíku kjaftaði hérna oft í þessum sal og víðar. Bara útúrsnúningum og hreinu og kláru bulli og kjaftaði. Þess vegna svo ótrúlegt að hlusta á hinn helminginn reyna að segja eitthvað á þessum nótum. Stundum maður eins og hérna bara í einhverjum hópi þar sem að, ég veit ekki, kannski það bara ég sem með einhvern geðklofa eða eitthvað hérna, vegna þess að þetta í rauninni svo surrealist, hafandi verið hér í 4 ár og hlusta síðan á ræðu eins og var hérna í ræðumanni á undan mér. En mig langar að byrja á að vísa í þessa stórskrýtnu bókun sem að meirihlutinn lét frá sér fara í borgarráði, sem eitthvað á þá leið, ársreikningur Reykjavíkur skilar gríðarlega sterkri niðurstöðu við krefjandi aðstæður. Niðurstaðan mun sterkari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og takið eftir orðið sterkari. Þrátt fyrir mikinn aukan kostnað vegna COVID. Svo kemur áfram, þessi ársreikningur staðfesti því ábyrga fjármálastjórn, öflug og rétt viðbrögð við erfiðum aðstöðum, góða frammistöðu starfsfólks, ég tek undir það, og sterka stöðu borgarsjóðs og samstæðunar í heild. Það gott veganesti inn í framtíðina. Hvað finnst ykkur þessa bókun í ljósi niðurstöðu ársreiknings og hvernig hann lítur út? Það eiginlega ekki hægt að nota sterkari lýsingarorð. Þetta eins og verið var að lýsa bara einhverju fyrirtæki sem að mokar inn og nánast skuldlaust. Þetta svo ótrúlegt að lesa þetta og mér finnst þetta svo rangt að skrifa svona bókun. Ég svo ábyrjandi verið að reyna að plata borgarbúa og gera það bara verulega með ljótum hætti vegna þetta ekki rétt. Það ekki sterk staða borgarsjóðs núna. Bara alls ekki. Og það þarf ekki einu sinni held ég bara, einhvern sem hefur aldrei skoðað bókhald eða tölur eða neitt til að sjá það. Hvernig dettur fólki hefur að skrifa svona lagað við þessar aðstæður? Mér finnst þetta svo sárt að sjá þetta. Og svo teygt og togað, vissulega meira hagnaður á samstæðinu en gert var ráð fyrir oss og framvegis. Fyrir A-hlutan sem skiptir náttúrulega öllu máli. Það var áætlun, þetta kom skár út, það var áætlað hærra tap en reyndist, en þá verður aftur að horfa til þessara undarlegu reikniskila aðferða félagsbústaða sem þvílíkt búið að rætt hér í dag og svo sem ofta áður. Þetta umdeildu aðferð sem ég að upplifa í fyrsta sinn að endurskoðendur hér farin aðeins að sjá að bara mögulega verður niðurstaða úr þessu einn veðurdag að þetta mun ekki lengur vera gert. Fyrst þegar maður byrjaði að tala þetta hérna fyrir einhverjum 2-3 árum að þá voru viðbrögð dálítið mikið önnur. En dropinn holar steininn. En A og B ekki það sama, A-hluti og B-hluti. Og pilla bara það best út úr þessum reikningum og setja í svona bókun verið að slá ryki í augu fólks. Og mér finnst þetta ljótt. Sumir trúa þessu raunverulega. En það margir sem bíða eftir hvað kemur út úr þessum bréfaskriftum ESA og ráðuneytis og það alveg fólk sem talar það að ráðuneytið sé erfiðleikum með að eiga þessi bréfaskrift og svara þessu. Þetta mjög athyglisvert að þetta skuli vera í gangi. Bara yfir höfuð að ESA sé með þetta til skoðunar ákveðið statement. Og það alveg ljóst að ráðuneytið á í erfiðleikum með að svara. Þannig að bíðum bara leikslokum, sjáum hvað kemur út úr þessu. En það var hérna líka umræða froðu og í sambandi við þessa reikniskila aðferð. Það þetta verið að vísa í froðu bókhald. Það var enginn að tala einhver froðu heimili eða froðu íbúður. Ég heyrði það allavega ekki. Auðvitað þetta talnaleikfimi
Og það bara ekkert einhverju hér í þessum sal, hægra megin, sem sita hérna við mig, sem að tala að þetta sé fróðubókald. Það bara mjög margir að spá í þetta í samfélaginu sem að hafa yfir höfuð áhuga á svona málum. En það A-hlutinn, hann rekinn fyrir skatttekjur fólks. Og þó svo þetta hafi komið eitthvað skár út en áætla var, að þá á ekki að tala þessi mál af léttúð. Eins og gert hefur verið hér að meirihlutanum og má lesa út úr svona orðalagi í bókun. Það var tap á A-hluta og þetta hefur aldrei verið svona slæmt. Maður hefur aldrei séð svona tölur. 24 milljarðar skuldaaukning á síðasta ári og svo allt og mikið verið að setja hlutin á COVID. Við höfum engar mælingar sem sýna í rauninni hversu mikið hægt að setja á þann reikning. Þó vissulega það eitthvað. Og þetta fræga veltufé frá rekstri klárlega í sögulegu lágmarki. Ég myndi vilja sjá þann ársreikning hér í borginni síðastliðin ár og áratug sem sýnir eitthvað svona. Farandi frá 5,1 eða hvað það var í fyrra og þar áður 12,4 milljarði. Og auðvitað þurfti að taka einhver lán, skiljanlega, og það þarf að halda áfram að fjárfesta. Það enginn að tala að borgin eigi að vera aldrei að taka lán, en fyrr má nú aldeilis fyrr vera. Og það áframhaldandi lántökur sem bíða ekkert smáræði. Það hlýtur að þurfa að taka lán fyrir bara bókstaflega öllu. Það búið að ráðstafa, það 4 miljónum að veltufé sem aðeins telur eftir 368 miljónir. Þetta var í rauninni ótrúlegt að sjá þetta. Líka bara borðið við frá fyrir 2 árum. Það lítið sem ekkert að koma úr rekstri. Og þá skulum aðeins rifja upp hlutverk borgarinnar. Hvað Reykjavíkurborg? Þetta sveitafélag. Þetta ekki hugbúnaðarfyrirtæki á alþjóða mælikvarða eða á að reyna að koma því þangað. Þetta ekki hugbúnaðarfyrirtæki sem búið að soga til sín 13 milljarða. Þetta sveitafélag sem hefur það hlutverk að veita íbúum Reykjavíkur þjónustu og það góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma eins og segir, svo ágætlega. Og það hefur ekki tekist að gera það. Reykjavík hefur ekki tekist að uppfylla þær skyldur sínar að veita íbúum góða þjónustu og nú ég að tala öllum íbúum. Þetta alveg sumir að fá fína þjónustu hérna. Það enginn að tala hérna í svart-hvítu. Svo ég ætla að biðja ykkur hér sem að muni mögulega vilja eitthvað segja að ekki að fara að snúa út úr þessu. Hér enginn að tala í ökla eða eyra. Við erum að tala að það hefur ekki tekist að veita íbúum sem þá þurfa nauðsynlega þjónustu. Og þá vil ég minna á þessa endalausu biðlista sem að líður varla sá dagur að ég ræði ekki á einhverjum vettvangi vegna þess að þetta pirrar mig svo óskaplega að vita til þess að börnin sem bíða eru að nálgast 1900 og það líður ekki sá dagur að maður fær ekki skeyti frá einhverju foreldri, grátandi foreldri vegna barnsins síns sem á þessum biðlista. Og það skulle vera annað 100 börn sem bíða eftir að komast í skólahljómsveit nú alveg til að toppa biðlista meinið í þessari borg. En A-hlutin skiptir grundvallamáli og ef B-hluti lendir í vandræðum þá það A-hlutin sem verður að vera ábyrgur. Ég skil ekki annað en að það verða að vera þannig en það ekki öfugt. Og eins og fram hefur komið hér að þá miðað við þessa þumalfingureglu með 9% sem þýðir að veltufé þyrfti að vera 12-13 milljarðar til þess að þetta sé eitthvað vitís. Og aðborgun lán nær 4 milljarðar. Taka þar lán fyrir öllum aðborgun skulda og öllum fjárfestingum. Það þarf að taka lán fyrir öllu. Hvernig endar þetta eiginlega? Ef maður horfir á svona fjármálarekstur, ekki einhver 2 prinsip myndi maður halda í því? Ef maður hugsa bara borgarbúa,
þá myndi ég halda að númer 1 sé áreiðanleiki og númer 2 sé gegnsæi. Þannig að borgarbúar geti treyst því að upplýsingar sem kom í ársreikningi séu áreiðanlegar og gegnsæjar. Eru þessi 2 meginprinsip virt? En hvað nú til ráða? Hvað hægt að gera? Jú, ég ætla að fá að endurtaka það líka hérna. Það þarf að forgangsraða öðruvísi. Það þarf að forgangsraða verkefni. Hvað skiptir máli? Hvað þarf að gera strax og hvað má gera seinna? Og hvað má gera löngu seinna? Og fyrst af öllu að hlúa að borgarbúum. Að huga að þjónustunni. Að veita borgarbúum góða þjónustu og þar með öllum borgarbúum. Ég tala nú ekki okkar viðkvæmustu hópum. Það engin töfralausn í þessu. Auðvitað verið að súpa seyðið af langarandi vanrækslu á að halda við húsnæði. Núna eins og við þurfum ekkert að fara djúpt í það. Allt þetta, öll þessi miklumál og vanræksla sem búin að vera á að laga húsnæði, skólabyggingar og annað, að það komið að þeim skuldadögum heldur betur. Þetta verður að gera. Þetta forgangsmál. Þetta alveg klárlega mjög mikið forgangsmál. Viðhald grunnskólana. Og síðan þetta að huga að fólkinu og biðlistar ekki að vera eitthvað lögmál. Framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar á ekki að sætta sig við þessa biðlista. Hann á að vera búin að segja hér við sitt fólk, við þurfum að taka á þessum biðlistum og gera það rækilega. En hann gerir það ekki. Einhverjar skítnar 140 milljónir. Á meðan 13 milljarðar fara í stafræna umbreytingu sem enginn að mótmæla þurfa að gera. Og það nú önnur saga forgangsröðin. En ég held að það sem hefur gerst hér að þessi meirihluti sem ríkir núna, hann færst of mikið í fang. Það skortir markmiðasetningu, það skortir einhverja heildarsýn. Og það skortir líka skýra framtíðarsýn þegar kemur að fólkinu. Hvernig mun þessi fólki líða seinna? Hvernig mun þessum börnum líða seinna sem eru búin að vera á þessum biðlista? Eitthvað verið að spá í það? Það þarf eitthvað að jafnvægi í þetta. Reksturinn ekki að skila neinu núna heiti getur og framöndan endalausar lántökur. Það ekkert olnbúarrými einhvern veginn núna. Að gera neitt nema að taka meira lán. Almenn verkefnastjórnun og skipuleg vinnubrögð. Og það einhvern veginn öll lögmál brotin hérna. Það bara görslast áfram. Gerum þetta og gerum hitt. Þetta svo geggjað, hipp og cool, smart og flott. Þetta svona tilfinningin sem ekki aðeins ég hef hér. Það bara mjög margir sem hafa þessa tilfinningu. Og ég verð bara eiginlega að segja, ég hissa á einhver vilja koma nálægt þessu. Bara setja fingur sinn á þetta. Þetta bara það slæmt. Þess vegna þessi bókun í borgarráði svo ótrúleg. Hún var bara hrein og klár lygi þegar maður horfir bara á sterka stöðu borgarsjóðs að segja þetta. Svo maður gagnrýnir, sem nú líka merki hver staðan að þá fær maður á sig að maður sé, ég veit ekki hvað, ómálefnalegur og maður sé með atvinnuró og einelti og guð má vita hvað maður hefur ekki fengið að heyra þegar maður talar þessa hluti sem bara tölur á blaði, bara staðan eins og hún En endurskoðun segir, engin veruleg frávik hafi verið greind að hálfu opinbera eftirlitsaðila, ok, allt í góðu, það náttúrulega bara, svona þetta og sennilega bara kannski ágætis gegnsæi, aftur og all. En síðan þetta hlýtur endurskoðun að þurfa að horfast í augu við að þessar rannsókn sá sem reikningsskilum. Og ég ekki frá því að það bak við eyrun á þessu flottu endurskoðendum borgarinnar hérna. Nú það býður auðvitað að fara í
seinni umræðu, en ég veit ekki hvort að borgarstjóri hefur séð nýjustu tölur biðlistana. Ég var nú að fá sent hérna frá frábærum starfsmanni sem að tekur þetta allt saman. Og þetta í rauninni bara ótrúlegt að Reykjavík sem í rauninni hefur alla möguleika á að gera góða hluti fyrir sitt fólk, að það séu þessar tölur skuli vera með þessum hætti. Talmeinafræðingur til dæmis, börn sem að bíða eftir að komast í talmeinafræðings, 300. Ég veit ekki hvort einhver þekkir til þess einhver spar sem með talmeina vandamál og fær ekki lausn sinna mála, fær ekki aðstoð og vex úr grasi með þann vanda. Hversu mikil áhrif þetta getur haft. Skiptir þetta engu máli? Skiptir frekar máli að fara að græja Lækjartorg núna? Það mun enginn búa undir geislabaugnum á Lækjartorgi, hann flottur á mynd, en þetta ekki forgangsmál. Þannig að það hlýtur að þurfa að fara að stokka upp á nýtt, byrja frá grunni, raða peningunum öðruvísi, fá meira inn í þau ráð sem þurfa meira, og það ekki endilega bara þannig að það sé meiri peningur og meiri peningur, þetta kemur líka að því að skoða hvernig farið með fjármagnið, verið að velta við hverri krónu og verið að skipuleggja hlutina þannig að fá sem mest fyrir peningin. Á þessu kjörtímabili, ég nú ekki með lista yfir það, en þá hefur svona einhvern veginn hver skrifstofan á fætur annarri verið sett á laggirnar. Og maður spyr sig alveg að því þetta kostar að setja skrifstof á laggirnar, hvort að umfang skrifstofna sem stofnuð sé í samræmi við hvað hún kostar. Ég til dæmis verið að skoða þessa afleysingaskrifstofu sem að gera alveg frábæra hluti og ótrúlega flott hugmynd og hægt að finna í útlöndum, eitthvað sem ég studdi heilsugar þegar var sett af stað, en þegar maður skoðar umfangið núna, að þá það ekki rosalega mikið. Þannig að bara eðlileg spurning svona í samanborið við hvað þetta kostar. Ég hef reyndar ekki fengið svar við þeirri fyrirspurn, en ég hef spurt fyrir nokkur síðan, að við að fá, hægt að réttlæta að þessi skrifstofa sé í gangi, ef skoðað umfang vinnunar. Það bara svona hlutir sem þetta þarf alltaf af og til að kíkja á inn á öllum sviðum. Og stundum þarf að sameina og endur nýta eða samræma til þess að fá sem mest fyrir aurinn. En ég á því að til þess að við getum hjálpa börnum og okkar viðkvæmustu hópum, og þá þurfi velferðarsvið og skóla- og frístundasvið að fá meira fjármagn. 140 milljónir til þess að ráða fagfólk og taka á þessum biðlista ekki nóg. Bara ekki nóg. Og það í rauninni hlægilega lítið þegar maður horfir síðan á hvernig milljarðarnir streyma í verkefni og síðan farið með peningana kannski af lausung og kæruleysi í tilraunir og sagt að sé í lagi að mistakast, eins og margsins hefur komið fram hjá einu sviðinu. En ég að vera búin með tíma minn. Mér finnst þetta alveg hið versta mál fyrir flokk eins og flokk fólksins sem að berst fyrir málefnum þessara hópa. Þá það bara hreint hörmulegt að horfa upp á þetta. Og það hefur alveg komið bara tími sem að mann hefur langað ýmist til þess að fara að grenja eða bara öskra. Og svo kemur einhver bara bókun sem segir að hversu rosalega sterk staða borgarsjóðs Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og þá mælendaskrá undir þessum lið tæmd og leggið til að þessu máli sé vísað til seinni umræðu. Já, fyrirgefðu, það rétt.
Það verður einn borgarfulltrúi ætla að óska eftir að ljúka umræðunni. Það Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjórn. Ég ætla fyrst og fremst að ljúka umræðunni með að þakka fyrir hana. Við höfum reynt að taka niður þær spurningar sem hafa komið fram og ef það bætast við viðbóta spurningar þá sjálfsagt að senda þær á mig eða fjármálasvið og við gerum okkar best að svara þeim í síðar umræðu. Að öðru leyti vil ég fyrst og fremst fá að þakka fjármála- og áhættustýringarsviði Halldóru Káradóttur sviðsstjóra og hennar vaskaliði, Gísla borgarbókara og öðrum sem hafa komið að ársreikningsgerðinni og þessum frábæru gögnum sem að hér hefur verið hrósað í umræðunni þvert á flokka og þakka líka ytri endurskoðendum, innri endurskoðun og endurskoðunarnefnd fyrir þeirra góðu aðkomu að þessu. Þetta afar traustvekjandi og góð vinnubrögð sem verið að beita og það skiptir máli að hafa gott gegnsæi og aðgengileg gögn fyrir okkur öll til þess að átta okkur á. En með þessum orðum að þá bara þakka ég fyrir þessa umræðu og við tökum síðar umræðu í næstu viku ef ég kann þetta rétt. Borgarstjóri lokið máli sínu og það hefur verið lagt til að málinu sé vísað til seinni umræðu og það þarf að kjósa það. Já, það rétt. Sem nota þessa bjöllu. Allir í húsi eða hvernig það? Biðja borgarfulltrúa sem eru í fjarfundi að vera í mynd. Ég sé að þið eru það bæði. Það ágætt. Það er að segja að vantar allan einn viðreisnar fulltrúa hver sem það er. Veit einhver hvað varð af Lóu? Ok, þau verða að plotta á sínum eigin tíma. Já, takk. Ég sendi Ólafur. Já, hvað Ólafur farið niður? Ólafur farið. Það er kannski undir orð borgarstjóra og þakka bara ykkur góða fólki fyrir að koma og vinna þessi mál fyrir okkur. En já. Ég skilst að það sé hægt að læra að spila listavél á svona bjöllur. Það væri kannski svolítið skemmtilegt að taka upp á þetta. Já. Jæja, þá eru allir borgarfulltrúar í sal og lagt hefur verið til að þessari umræðu, það er að segja þessu máli sé vísað til seinni umræðu í næstu viku. Og þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá víkjum við að öðru máli á dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 7. apríl og fundargerð borgarráðs frá 22. apríl. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðus undir þeim lið. Telst honum lokið og við göngum til næsta liðar. En það er þriðji liður fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 7. apríl, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 7. apríl,
fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 20. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 7. apríl. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þeim lið, þá telst honum lokið og er þá er fundardagskráin tæmd. Þá verður farið í lestur bókana. Nei, ég er ekki búinn að sitja fundi. Þá er fundardagskrá tæmd, en þá er eftir lestur bókana. Einmitt. En já, einhver sem langar að ríða á vaðið? Þá les bókun fyrir Sósíalistaflokk Íslands, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Kannski senda hana fyrst inn. Ég sendi hana 16:26. Ok. Varst þú? Ok. Elisa. Er hún komin eða? Já, þá máttu lesa. Takk. Ársreikningur dregur upp mynd af stöðu síðasta árs. Nauðsynlegt er að styrkja tekjustofna Reykjavíkurborgar og þar verða fjármagnseigendur að greiða útsvar til sveitarfélagsins eins og launafólk. Borgin verður af milljörðum á ári hverju vegna þessa útsvar er ekki lagt á fjármagnstekjur. Slíka breytingar geta ekki farið fram nema með lögum frá Alþingi en er mikið hagsmunamál fyrir íbúa sveitarfélagana. Þau sem eru afleiðufæri að greiða til samfélagsins og byrðinni verður að létta af þeim sem geta síst borið hana. Ársreikningurinn sýnir hvað þætti þarf að bæta líkt og langtíma veikindi sem er liður sem er ávallt til umfjöllunar þegar árið er gert upp. Mikilvægt er að borgin grípi til fyrirbyggjandi aðgerða þar sem hægt er með bættum launakjörum og starfsaðstæðum. Styrkja þarf innvið okkar líkt og grunnskólana og tryggja þarf að þeir veri gjaldfrjálsir og börn og skólastarfsfólk fái allan það stuðning sem á þarf að halda inn í skólana. Einnig þarf að efla strætó en miður er að sjá að vegna neikvæðrar rekstrar niðurstöðu hafi Strætó BS í framhaldi boðið til niðurskurðar í þjónustuveitingu. Nauðsynlegt er að borgin nýti stöðu sína til að fara í öfluga félagslega húsnæðisuppbyggingu fyrir fólki sem er í þörf fyrir húsnæði. Takk fyrir það. Þá, hver er eftir að lesa bókanir? Já. Hvort þið er að... Já, ég meina að ef þú ert tilbúinn þá bara að gera. Þá les bókun fyrir Flokk Fólksins, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Er einungis rúmlega 300 milljónir króna. Það verður sem sagt að taka lán til að greiða allar afborganir lán og taka lán fyrir öllu nýfjárfestingum. Svo er niðurstaðan þegar heildartekjur A-hluta hafa hækkað 11% frá fyrra ári. Til að rekstur borgarna væri í ásættunum jafnvægi þá þyrfti veltufé frá rekstri að vera milli 12 til 13 milljarðar króna. Langtímaskuldir hafa hækkað 33% milli ára, afborganir lán og leiguskulda hafa hækkað 35% milli ára. Heildarskuldir og skuldbindingar hafa hækkað 17% milli ára. Fjárhagsstaða Strætó og BS er veik. Ofan í kaupið er reynt að bæta fjárhagsstöðu samstöðunar með bókhaldskúnstum hjá félagsbústöðum. Verkefni af þessu tagi hafa notið ákveðins sem forgangsverkefni sem engin brýn þörf. Verkefni af ýmsu tagi hafa notið ákveðins forgangsverkefni sem engin brýn þörf er á meðan grundvallar viðhald skólahúsna og nýbygging leikskóla hefur sett á hakanum sem á þjónustu við börn, eldra fólk og öryrkja. Flokkur Fólks leggur áherslu á að þörf er á grundvallarbreytingu í forgangsröðun verkefna í þágu fólksins og þjónustu við það. Endurskoðun verði fjármálastjórn Reykjavíkurborgar ekki á stefna fjárhag borgarinnar í óefni. Og liður 2, þetta er hérna við fundargerð borgarráðs 7. apríl liður 41 til 48. Stafrænar lausnir eru framtíðinum, það er ekki deilt. Búið er að veita til þjónustu og nýsköpunar sviðs, þannig að setja S, borgarinnar 13 milljarðar á 3 árum. Farið hefur verið með fjármagnið á lausung. Ómældu fé hefur verið veitt í ráðgjöf sem ekki séð hvernig skilaði sér. Þetta er óásættanlegt með við nútíma kröfur skilvirkni og árangursstjórnun. Í staðis að setja þær stafrænar lausnir sem liðka fyrir til þess umsóknarferlum eins og umsóknum leikskólapláss strax í forgang og hefja samvinnu stafrænt Ísland frá upphafi stórhluti sem fjármagnsfarið í að belgja út sviðið sjálft. Hver skrifstofan fætur hann hefur verið sett á laggirnar á sviðinu og fjöldi fólks úr einkageiranum ráðið til starfa.
Búið er að halda út í tilraunateymum sem miða að því að uppgötva stafrænar lausnir sem víða eru til, hamast er við að finna upp hjólið. Hér má nefna rafrænar undirskrif sem enn er í þróun hjá borginni. Nýtt skjalastjórnunarkerfi hefur verið að malla í 3 ár en er ekki enn komið í fulla notkun. Flokkur fólksins harmar vinnubrögð á þessu tagi en flokkurinn berst fyrir að börn fái þá þjónustu sem þau þarfnast, að fátækt og efnalítið fólk fái þak yfir höfuðið og mat á diskinn sinn. Og að lokum er það liður 3, liður 16 í fundargerð Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, bókun vegna svarsþjónustu og nýsköpunarsviðs dags 24. mars við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins félagið, meðal annars félagið Ráðgjöf SLF. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lengi gagnrýnt það hversu glannaleg að þjónustu og nýsköpunarsvið hefur farið með fjármuni borgarbúa. Það að segja upp reyndu starfsfólki með mikla sérfræði þekking á stafrænum innviðum og þjónustu Reykjavíkurborgar og kaupi í staðinn mun dýrari þjónustu af ytri aðilum er í raun aðför að útsvarspeningum borgarbúa. Það er alveg augljóst að þjónustu og nýsköpunarsvið hefur tekið ákvarðanir sem hafa haft stóraukinn kostnað í för með sér fyrir Reykjavíkurborg. Í svari sviðsins kemur fram að borgarsjóður hefur þurft að greiða 740 milljónir í aðkeypta þjónustu fyrir svið árið 2021 fyrir þjónustu sem brottreknir starfsmenn sáum áður. Fulltrúi Flokks fólksins spurði einnig tengsl sviðsstjóra við fyrirtækið í Ráðgjöf sem þjónustu og nýsköpunarsvið hefur haft viðskipti við en því var ekki svarað. Það er mat Flokks fólksins að það sé í raun með ólíkindum að fyrirtæki sem tengist stjórnanda hjá Reykjavíkurborg hafa átt viðskipti við sviði sem viðkomandi embættismaður stýrir. Já, við þurfum að gagnsbóka við þessu. Ég lesa. Sjá. Já, gjörðu svo vel Eyþór Laxdal Arnalds að lesa bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, þetta var nætti ársreikningin. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 á það að vera. Sýnir gríðarlega skuldasöfnun en skuldir samstæðu voru komnar í 407 miljardum síðustu áramót. Samkvæmt þessu hækkuðu skuldirnar 24 milljarða á síðasta ári, 2 milljarða á mánuði. Þetta gerist þrátt fyrir að tekjur hafa hækkað 17 milljarða. Áfram er tap á rekstri A-hluta og ekki væri bókfærður hagnaður af félagslegu húsnæði og afleiðum, væri tap á samstæðunni allri í heild. Samkvæmt samanteknum reikningsskilum borgarinnar eru félagsbústaðir að skila gríðarlegum hagnaði sem byggist á endurmati á félagslegu húsnæði upp á meira en 20 milljarða. Rétt er að geta þess að heildartekjur félagsbústaða voru innan við 5 milljarðar. Skuldir uxu nærri 5 milljarða hjá félagsbústöðum. Þessi framsetning skekkir niðurstöðuna umtalsvert, endur hún verulega umdeild meðal annars innan endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar sjálfrar. Rétt er að geta þess að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og eftirlitsstofnun ESA hafa gert athugasemdir við þessa framsetningu borgarinnar. Það er spurningum enn ósvarað. Skuldahlutfall samstæða borgarinnar er komið í 201%, þetta hlutfall segir sína sögu og ljóst að skuldasöfnun og útgjöld borgarinnar eru langt umfram tekjur, þrátt fyrir meðtekjur af sköttum og gjöldum. Það lagði það með tölutölu. Takk fyrir það. Þá er fulltrúinn lokið við að lesa bókun. Þá les fyrir meirihlutann undir lið 1. Hver ætlaði að lesa hana? Heiða Björg Hilmisdóttir. Þetta er reyndar sama bókunni við vorum í borgarráði, en viltu samt heyra mig lesa hana? Já, takk. Ársreikningur Reykjavíkur skilar gríðarlega sterkri niðurstöðu við krefjandi aðstæður. Niðurstaðan er mun sterkari en áætlanir gerðu ráð fyrir, þrátt fyrir mikinn aukakostnað vegna COVID, sérstaklega í skólum og velferðarþjónustunni. Þar sýndi starfsfólk og stjórnendur ótrúlega útsjónarsemi og seiglu og er öllu því fólki þakkað sérstaklega. Borgin brást einnig við COVID með því að auka fjárfestingar. Þar erum við að fjárfesta í innviðum hverfana okkar og lífsgæðum fyrir borgarbúa með grænum áherslum í samræmi við græna planið. Þessi ársreikningur staðfestir því ábyrga fjármálastjórn, öfugt og rétt viðbrögð, öflug og rétt viðbrögð við erfiðum aðstæðum, góða framistöðu starfsfólks og stjórnenda og sterka stöðu borgarsjóðs og samstæðunar í heild. Það er gott veganesti inn í framtíðina. Og ég er hérna með gagnsbókunina, viltu að ég lesa hana líka? Já, takk. Ég er búin að senda hana. Þá les gagnsbókun Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Fulltrúi Flokks fólksins leggur hér enn eina bókunina fram sem samanstendur af fullyrðingum sem eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum. Það sem kemur fram útboð hefur annaðhvort verið útskýrt skriflega eða á fundum sem fulltrúin hefur setið. Afgangurinn virðist byggja á sögusögnum frá ónefndum sérfræðingum og upplýsingum sem virðast túlkaðar á rangan hátt.
Þessi málflutningur ekki svaraverð og dæmi sig sjálfur. Er það í alvöru? Það er bara ein setning. Er það í alvöru? Já, bara ein setning, bara að fulltrúi Flokksmanna hefur litið í opið bókhald og fengið Reykjavíkurborg og fengið upplýsingar þaðan. Það er ekki flóknara en það. Þú veist að þú ert ekki að lesa rétt úr þeim upplýsingum. Nei, þetta er bara, verða að fá að svara þessu fakt. Þú ert bara beinlínis atvinnurógur. Getum við tekið fundarhlé? Kolbrún Baldursdóttir, ég myndi vilja eiga með þið smá samtal hérna frammi, við tökum stutt fundarhlé. Það er ein gagnbókun sem að fulltrúi Flokks fólksins ætlar þá að lesa og senda þá inn til ritara. Það er ekki kveikt á... Það verður að kveikja á mikrofóninu. Fulltrúi Flokks fólks hefur litið í opið bókhald Reykjavíkurborg og fengið upplýsingar þaðan. Þá eiga ekki fleiri eftir að lesa bókanir og er fundið slitið.